Góða kvöldið. Heyrið þið vel í mér? Má ég tala herra? Tala nær mikrofóninu kannski. Góða kvöldið. Eyrún Jana Sigurðardóttir heiti ég og formaður stjórnar Festu lífeyrissjóðs. Verið velkomin á ársfund Festu. Ég vil gera tillögu að fundarstjóra Viðar Lúðvíksson, lögmaður hjá landslögum. Já, allir samþykkir því. Gjörðu svo vel, Viðar. Takk fyrir Eyrún og ég þakka fundinum traustið. Góðir fundagestir, ég heiti Viðar Lúðvíksson og lögmaður hér í bæ og mun stýra þessum ársfundi Festu. Mitt fyrsta verk þá að stýra kjöri ritara fundarins og ég gera tillögu minni að Gauti Jónasson, lögfræðingur á Festu lífeyrissjóði, verið kjörin ritari fundarins. Hafa fundagestir aðra tillögur að ritara fundarins. Þakka ykkur fyrir. Ég lýsi þá Gauta Jónasson rétt kjörin ritara fundarins. Ég hef kannað lögmæti fundarins með hliðsjón af grein 5.2 í samþykktu sjóðsins en fundarboð var sent með bréfpósti til aðildarfélaga þann 11. febrúar síðastliðinn. Auk þess sem fundarboð var sent fulltrúum með tölvupósti þann 1. apríl síðastliðinn og síðan áréttað á fulltrúaráðsfundi þann 10. apríl. Til fundarins var einnig boðað með frétt á vefsíðu sjóðsins þann 11. apríl síðastliðinn með hlekk á gögn fundarins og með auglýsingu í 3 landshlutablöðum síðan. Dagana 10., 15. og 16. apríl síðastliðinn. Einhver hér sem hefur athugasemdir það hvernig staðið var að boða til fundarins? Og ef svo ekki þá það fært til bókar og ég lýsi því þá að boðað hafi verið til fundarins með lögmætum hætti. Allt í samræmi við samþykkt sjóðsins og lýsi fundin lögmætan. Þessi fundur eru jafnframt aðgengilegur almennum sjóðfélögum á lokaðri rás á netinu eins og auglýst hefur verið. En dagskrá fundarins liggur fyrir og hefur birst í boðun til fundarins. Hún kemur einnig fram á glærum hér til hliðar eða aftan við mig. En hún eins og hér segir. Fyrst verður fundagerð síðast ársfundar sjóðsins borin upp til samþykktar. Því næst verður flutt skýrsla stjórnar en það Eyrún Jana Sigurðardóttir, stjórnarformaður Festu sem gerir það. Því næst mun Gylfi Jónasson, framkvæmdastjóri Festu, kynna ársreikning sjóðsins fyrir árið 2024. Að því loknum með Benedikt Jóhannesson hjá talnakönnun kynna tryggingafræðilega úttekt vegna sjóðsins. Því næst mun Baldur Snorrason, forstöðumaður eignastýringar á sjóðnum, kynna fjárfestingarstefnu sjóðsins fyrir árið 2025. Það mun Baldur gera grein fyrir hluthaftastefnu sjóðsins. Því næst mun Gylfi Jónasson fara í starfskjarastefnu sjóðsins sem óbreyttur á fyrra ári en hún verður síðan borin undir atkvæði. Að því loknum fer fram kosning stjórnar sjóðsins og varamanna. Því næst mun Gylfi Jónasson kynna tillögu til breyting á samþykktu sjóðsins sem síðan voru bornar undir atkvæði. Að því loknum fer fram kosning 4 manna í nefnd, starfskjaranemnd altså. Að því loknum verður borin undir atkvæði tillaga laun stjórnarmanna. Því næst fer fram kosning endurskoðanda sjóðsins. Þá fer fram kosning formanns endurskoðunarnefndar og loks verður fjallað önnur mál sem löglegur upp borin. Fundargestum mun venju samkvæmt gefast kostur á að taka til máls undir öllum dagskrárliðum. Og ég bið þau ykkar sem óskar til að taka til máls vinsamlegast að gefa mér allir kynna þegar það kemur. Til þess að þeir rétt upp hönd eða gefa mér annars konar merki þegar ég gef orðið laust. Og ég bið þau ykkar sem taka til máls vinsamlegast að gera hérna úr pontu ef þið hafið tök á því. Og byrja á því að kynna ykkur og tilgreina fyrir hvað aðilega þið mæti á fundin þannig að þessi unnt að færa það allt saman til bókar. Atkvæðagreiðsla mun fara fram með handauppréttingu þar sem fundagestir réttu upp atkvæðaspjöld. Og þau ykkar sem mæta fyrir hönd stéttarfélaga eiga fengið rauðspjöld í hendur og þau ykkar sem mæta sem fulltrúar samtaka atvinnurekenda fá bláspjöld eiga fengið bláspjöld. Þau ykkar sem fara með atkvæði á fundinum en vantar ennþá spjöld geta nálgast spjöld á borðinu þarna út við gluggan. En ef það engar athugasemdir gerðar við þetta þá held ég okkur sé ekkert að vanbúnað að ganga til dagskrár. En dagskrárliður 2 lítur að samþykkt fundagerðar síðast ársfundar Festu sem haldin var 7. maí í fyrra en fundagerðin var send aðildarfélögum sjóðsins með fundarboði. Það verði ekki talin ástæða til að lesa fundagerðina upp. Einhver hér sem óskar til að taka til máls undir þessum dagskrárlið áður en fundagerðin verður borin undir atkvæði? Þakka ykkur fyrir, það þá fært til bókar að svo ekki og þá verður fundagerðin borin undir atkvæði. Þau ykkar sem vilja samþykkja fundagerðina eins og liggur fyrir, vinsamlegast réttið atkvæðaspjaldið eða spjöldin ykkar upp.
Takk fyrir og þá þau eitthvað sem andvíg og vilja ekki samþykkja fundargerðina eins og liggur fyrir fundinum. Það það fært til bókar að fundargerðin fyrir ársfundi festu árið 2024 telst á samþykkt og staðfest án athugasemda eða mótatkvæða. Nú þá komið að þriðja lið á dagskrárfundarins en stjórnarformaður festu Eyrún Jana Sigurðardóttir mun flytja skýrslu stjórnar. Gjörðu svo vel. Íslenskt efnahagslíf einkenndist af hægari hagvexti á árinu 2024 miðað við fyrri ár. Draga fór úr verðbólgu þegar líða fór á árið, þá jók á bjartsýni markaðsaðila sem leiddi til hækkunar á bæði hlutabréfa og skuldabréfa. En jók á bjartsýni í kjölfar vaxtalækkana Seðlabanka Íslands í október og nóvember, en meginvextir bankans höfðu staðið óbreyttir í 9,25% frá ágúst 2023. Aukin og þrálát verðbólga hefur mjög neikvæð áhrif á skuldbindingar sjóðsins sem að fullu eru verðtryggðar og því var þessi þróun afar hagfelld fyrir sjóðinn. Fyrir ætlanir ríkisstjórnarinnar slit ÍL-sjóðs og óvissa uppgjör skuldabréfa útgefinna ÍL-sjóði var lengi mikið áhyggjuefni. Það var því fagnaðarefni þegar samninganefnd lífeyrissjóða og ríkis tókst að ná samkomulagi uppgjör bréfanna sem telst mjög ásættanleg fyrir sjóðinn. En þó Alþingi eftir að staðfesta samkomulagið. Tryggingafræðileg staða sjóðsins batnar verulega á milli ára. Staðan jákvæð 0,2% í lok árs 2024, en var neikvæð 4,4% í lok árs 2023. Staðan batnar vegna nýrra sértækra líka tíðni örorku og endurhæfingar, en jafnframt vegna góðrar afkomu eigna. Hrein eign sjóðsins til greiðslu lífeyris í lok árs 2024 var tæplega 320 milljarðar króna, og jukust eignir sjóðsins 39,8 milljarða króna eða 14,2% miðað við lok árs 2023. Iðgjöld síðasta árs án framlags til jöfnunar örorkubyrði námu rúmlega 17 milljörðum króna og hækkuðu 9% frá fyrra ári. Árlegur vöxtur iðgjaldatekna var og yfir 20% á árunum 2015 til 2018, sökum mikils efnahagslegs uppgangs á starfsvæði sjóðsins. Á árinu 2019 dró nokkuð úr þeim vexti, sökum áhrifa COVID-19, var lítilegur samdráttur í iðgjaldatekjum á árunum 2020 og 2021. Sú þróun snerist við árið 2022 og hafa iðgjaldatekur sjóðsins farið vaxandi síðan. Til sjóðsins greiddu samtals 20.223 sjóðfélagar frá 3.128 launagreiðendum. Virkir sjóðfélagar, þar þeir sem greiða til sjóðsins í hverjum mánuði yfir 12 mánaða tímabil, voru 15.903 og fjölgaði þeim 350 frá fyrra ári. Samtals fengu 12.764 lífeyrisþegar greiddan lífeyri hjá sjóðnum á síðastliðnu ári og fjölgaði þeim 298 frá fyrra ári, eða 2,4%. Fjölgunin var mest í hópi ellilífeyrisþegara, eða 4%, örorkulífeyrisþegum fjölgaði 1,9%, en maka- og barnalífeyrisþegum fækkaði. Þess ber að geta að margir lífeyrisþegar njóta fleiri en einnar tegundar lífeyris. Lífeyrisgreiðslur samtryggingadeildar vegna ársins 2024 námu rúmlega 8,2 milljörðum króna og hækkuðu 12,7% á milli ára. Skýrist það aðalega af fjölgun ellilífeyrisþega, hækkun á réttindum greiðsluþega í ársbyrjun 2023, en einnig var það vegna þess að lífeyrisgreiðslur eru verðtryggðar og verðbólga ársins var 4,8%. Langstærsti hluti lífeyrisgreiðslna ellilífeyrir, en sem nemur 68,4%, en einnig vega örorkulífeyrisgreiðslur þungt eða 27,8%. Hlutfall örorkulífeyris hefur farið lækkandi frá árinu 2014 þegar það var 34% af heildarlífeyrisgreiðslum. Mikilvægt að hafa í huga samband hlutfalls lífeyrisbyrðar og hlutfalls örorkulífeyris. Lífeyrisbyrði festu lág eða 47,4%,
Eftir því sem lífeyrisbyrðin þyngist og fleiri fara á ellilífeyri má gera ráð fyrir að hlutfall örorkulífeyris lækki. Afar mikilvægt að vinna áfram að því að ná árangri í að draga úr nýgengi örorku og aðstoða örorkulífeyrisþega eins og kostur við að ná aftur virkni til starfa. Athugun tryggingastarfræðinga á örorku og endurhæfingartíðni sem framkvæmt var haustið 2024 bendir til þess að sú vinna sé mögulega að skila árangri. Lífeyrisbyrði, þar lífeyrir sem hlutfall að iðgjöldum, var 47,4% á árinu 2024, samanborið við 45,7% árið áður. Lífeyrisbyrði sjóðsins lækkaði þó nokkuð á árunum fyrir COVID-19 enda var vöxtur iðgjalda verulega umfram vöxt lífeyrisgreiðslna á því tímabili. Lífeyrisbyrði fylgir hagsveiflu að stórum hluta, en með öfugum formerkjum. Þannig lækkar lífeyrisbyrði þegar atvinnustig hátt en hækkar þegar illa árar í hagkerfinu. Lífeyrisbyrði sjóðsins lág í samanburði við lífeyrissjóði almennt. Til lengri tíma má búast við að lífeyrisbyrði sjóðsins aukist en hún mun áfram sveiflast í takt við hagsveiflur. Á árinu 2024 greiddu 3.128 launagreiðendur iðgjöld til sjóðsins. 15 stærstu launagreiðendurnir stóðu fyrir 26,5% af iðgjöldunum. Icelandair EHF var stærsti greiðandi til sjóðsins með 5,1% allra iðgjalda, en Norðurál kemur næst á eftir með 3,9%. Festa lífeyrissjóður nýtur bæði góðrar landfræðilegar dreifingar og nær til fjölda ólíkra atvinnugreina þegar litið til iðgjaldatekna. Hrein nafnávöxtun samtryggingadeildar, það nafnávöxtun að teknu tilliti til kostnaðar, var jákvæð 10,6% á árinu 2024. Það samsvarar 5,6% í jákvæða hreina raunávöxtun, þar sem verðbólga ársins var 4,8%. 5 ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar í árslok var jákvætt 2,8% og 10 ára meðaltal var jákvætt 4,1%. Festa rekur 2 séreignadeildir, tilgreinda séreignadeild og almenna séreignadeild. Á árinu 2024 greiddu alls 513 sjóðfélagar til almennar séreignadeildar og 537 sjóðfélagar til tilgreindar séreignadeildar. Í árslok eiga 6.194 sjóðfélagar réttindi í almenni séreignadeild og 926 sjóðfélagar í tilgreindi séreignadeild. Eignir þessara deilda eru fjárfestar sameiginlega. Hrein eign beggja séreignadeilda nam 1,9 milljörðum króna í árslok. Sparnaðarleiðir í hvorri séreignadeild eru 2, sparnaðarleið 1 og sparnaðarleið 2. Hrein nafnávöxtun sparnaðarleiðar 1 var jákvæð 8,8%. Hrein nafnávöxtun sparnaðarleiðar 2 var jákvæð 14,4% á árinu 2024. Endurskoðendanefnd sjóðsins starfar í samræmi við lög ársreikninga. Hún undirnefnd stjórnar og skipuð 2 stjórnarmönnum og 1 utanaðkomandi aðila sem jafnframt löggiltur endurskoðandi. Formlegir fundir nefndarinnar á starfsárinu voru 7. Hlutverk og tilgangur nefndarinnar að leitast til að tryggja áreiðanleika og gæði ársreikninga og annarra fjármálaupplýsinga ásamt því að kanna óhæði endurskoðanda sjóðsins. Endurskoðandanefnd hefur eftirlit með fyrirkomulagi og virkni innri eftirlit sjóðsins, innri endurskoðun, áhættustýringu og nefndin gerir jafnframt tillögu til ársfundar endurskoðendur sjóðsins. Áherslu stjórnar á starfsárinu lutu að stefnumótun og uppfærslu megin stefnuskjala og innri regla sjóðsins, auk gerð eigins áhættumats. Stjórn lét framkvæma mat á sértækum örorku og endurhæfingarlíkum sjóðfélaga sjóðsins á árinu sem leiddi til lækkunar á skuldbindingum hans. Jafnframt framkvæmdi stjórnin sjálfsmat á störfum sínum, auk þess að sinna frammistöðumati á störfum framkvæmdastjóra. Stjórn var nú sem fyrr samhent í störfum sínum. Formlegir fundir stjórnar á starfsárunum voru 14, en auk þess hafa stjórnarmenn og framkvæmdastjóri samband milli formlegra funda þegar tilefni til. Formaður og varaformaður funda ávallt með framkvæmdastjóra einu sinni í mánuði í aðdraganda stjórnarfunda. 2 fulltrúaráðsfundir voru haldnir á starfsárinu að hausti og vori í samræmi við samþykktir sjóðsins. Með tilkomi fulltrúaráðsfunda hefur upplýsingaflæði milli stjórnar og fulltrúa í fulltrúaráði sjóðsins batnað mjög.
Starfsemi Festu hefur gengið vel á starfsárinu. Afkoma á eignum sjóðsins á árinu 2024 var mjög góð, auk þess sem skuldbindingar vegna örorkulíkna batna. Þetta tvennt leiddi til þess að tryggingafræðileg staða sjóðsins batnar umtalsvert. Sjóðurinn stendur því traustum fótum. Ávallt vert að hafa í huga að hann langtíma fjárfestir, en meðal hreinnar raunávöxtunar sjóðsins mjög gott, meðal tal hreinnar raunávöxtunar sjóðsins mjög gott eða 4,1%. Fyrir hönd stjórnar flyt ég starfsmönnum Festulífeyrissjóðs, fulltrúum í undirnefndum, fulltrúarráðs og stjórnar, fulltrúarráðsmönnum og sjóðfélögum þakkir fyrir ánægjulegt samstarf og samskipti á liðnu starfsári. Jafnframt þakka ég fráfarandi stjórnarmönnum fyrir gott samstarf og býð nýja velkoma til starfa. Takk fyrir mig. Þakka fyrir Eyrún. Nú fundagestum að sjálfsögðu frjálst að taka til máls undir þessum dagskrárlið, en fundastjóri leggur hins vegar til að hugsanleg umfjöllun og umræður skýrslu stjórnar fari fram með umræðum í kjölfarið, það að segja í kjölfarið ákynningu á ársreikningi sjóðsins sem næsti dagskrárliður. Hafa fundagestir einhver athugasemdir í þá tilhögun? Þetta það sem hefur tíðkast á síðustu fundum. Þakka ykkur fyrir það. Það verður þá fært til bókar. En þá komið að næsta lið á dagskránni, en Gylfi Jónasson, framkvæmdastjóri Festu, mun nú kynna ársreikning Festu fyrir árið 2024. Gjörðu svo vel, Gylfi. Góðir fundagestir, ég byrja að fara yfir rekstrarreikning sjóðsins sem í lögum lífeyrissjóði nefndur breytingar á hreinni eign, og eins og kom fram í máli formanns þá voru iðgjaldatekjur sjóðsins að vaxa 8,7% eða tæplega 9%. Lífeyrissjóður dálítið svona kanarifugllinn í kólanáminni. Árin þar á undan þá voru aukninga iðgjalda á milli 15 og 20%, og það hægði á hagkerfinu í fyrra, en við getum nokkuð vel viðnað. Lífeyrisgreiðslur þarna 8,4 milljarðar og aukast 12,7%. Lífeyrir auðvitað verðtryggður, verðbólgan var tæplega 5%, en jafnframt áhrif að réttindaaukningarinnar frá 2023 eða upp að 2023, hún að gæta. Þeir sjóðfélagar sem hafa verið að fara á lífeyri hafa fengið aukningu réttinda, áunninna réttinda, og við heyrðum líka í máli formanns að fjölgunin var ekki svo mikil, en útgreiðslur aukast töluvert meira. Það meginástæðan þessi sem ég nefndi, að það eru aukin réttindi og jafnframt verðbættur lífeyri. Nú, hreina fjárfestingartekjur aukast 56%, það var árið í fyrra var mjög gott, meðan árið 2023 var frekar slæmt, og það sýnir sig í afkominni. Rekstrarkostnaður stendur nokkurn í stað á milli ára, og hrein hækkun á hreinni eign þarna tæplega 40 milljarðar, og hrein eign í árslok tæplega 320 milljarðar og eykst 14,2%. Varðandi reksturinn, mikið metnaður hjá okkur reyna að halda hagkvæmni í rekstri í HM, og þið sjáu það svona í gegnum árin þá hefur rekstrarkostnaður hlutfallið farið lækkandi, og þetta svona með því lægra sem gerist á meðal lífeyrissjóða á Íslandi. Efnahagsreikningur, sjá að hlutabréf og sjóðir vaxa töluvert á milli ára, og það aðalega vegna hækkana á hlutabréfum. Þess ber þó að geta að hluti sjóða líka í skuldabréfum. Sjóðurinn fjárfestir í erlendum skuldabréfasjóðum. Nú skuldabréf og veðlán hækka jafnframt líka 13,4%, og það eiginlega meira vegna mikilla kaupa. Festa tiltölulega íhaldsamur fjárfestir, og við höfum búið við háasta umhverfi eins og við þekkjum öll, og þá hagstætt að kaupa skuldabréf, og við höfum sannarlega gert að við sjáum þá eftir þegar ég fer yfir sjóðstreymið að þar áherslan hefur legið dálítið þar. Nú fjárfestingar samtals tæplega 311 milljarðar og vaxa töluvert á milli ára. Kröfur á launagreiðendur eru bara svona
það er stór hluti af útistandandi desembermánuður, þannig að vanskil hafa lítið sem ekkert aukist hjá sjóðnum. Hins vegar aðra kröfur, það eru yfirleitt stærstu hluta óuppgerð verðbréfaviðskipti áramót, og í þessu tilviki 2,1 milljarður, þá það uppgjör vegna viðskiptanum með Marel, þar sem Marel rann saman við JBT, bandarískt fyrirtæki. Nú kröfur samtals 4,6 milljarðar, ekstra fjármunir, það nú aðalega bara skrifstofubúnaður og tæki. Síðan það handbært fé, tæplega 4,8 milljarðar, og það bara í nokkurn veginn á pari við. Í fjárfestingarstefnu erum við með lausfé upp á 2% af eignum. Þetta 1,5%, sem þetta bara eðlilegt. Viðskiptaskuldir eru aðalega, sjóðurinn innheimtir stéttarfélagsgjöld fyrir nokkur stéttarfélag, og stór hluti af þessum viðskiptaskuldum eru þá við þau félög auk einhverja rekstrar skulda. Ef við skoðum síðan sjóðstreymið að inngreiðslur eru náttúrulega aðalega iðgjöld, en jafnframt ýmsir aðrir liðir, eins og til dæmis þetta árlega framlag frá varðandi jöfnunarframlag vegna örorku. Útgreiðslur eru aðalega lífeyrir, og ráðstöfunarfé þarna tæplega 9,8 milljarðar. Við ráðstöfum 9,2, og ef við skoðum það sem ég neðst á glærunni, að þá þetta sambland af annars vegar greiddum tekjum af fjárfestingum sem eru arðgreiðslur félaga, greiðslur vaxta og verðbóta af skuldabréfum, og síðan erum við að kaupa í hlutabréfum eða sjóðum upp á rúmlega 6 milljarða, og við erum að kaupa í skuldabréf fyrir 16,4. Þá sjáum við hvar áherslan hjá sjóðnum hefur legið dálítið þarna. Og það að koma okkur ágætlega núna í þessum miklu lækkunum á hlutabréfamarkuðum, þessi íhaldssemi. Þessar þrjár tölur gera sig upp í 9,2 milljarða, þannig að laust fé hækkar 560 milljónir, og hverju sinni þá hlutalausu fé í erlendum myntum, og það ber alltaf reikna í krónum áramót, og þá annaðhvort gengishagnaður eða gengistap, og það gengistap upp á 84 milljónir, og handbært fé í árslok, eins og ég nefndi á hann, 4,8 milljarðar. Ýmsar skýringar í ásetningnum, það eru þarna skuldbindingar sem eru utan efnahags. Þarna erum við að fjárfesta eða gefa loforð til fjárfestinga í innlendum og erlendum framtaks skuldabréfa eða fasteignasjóðum. Þetta eru tæpi 2 milljarðar innanlands og rúmir 11 milljarðar í erlendum sjóðum. Þetta greiðist yfirleitt yfir nokkuð langt tímabil, og sjóðurinn eins og komið fram lífeyrisbyrði lág, þannig að greiðsluflæði sjóðsins mjög jákvætt. Við getum alveg leyft okkur að vera í eignum eins og þessum. Það eru trekkseljanlegar, og það þarf að sinna þessum innköllunum, en það ekki vandamál fyrir festu. Nú, kennitölurnar, eins og komið hefur fram, Benedikt mun hún fara yfir frá talnakonu fara yfir tryggingafræðilegu stöðuna, og hrein nafnávöxtur var 10,6, það var 4,8% verðbólga, þannig að hrein raunávöxtun, og þegar við tölum hreina ávöxtun, nafnávöxtun eða raunávöxtun, þá búið að draga frá allan kostnað, að hrein raunávöxtun 5,6, 5 ára meðaltali 2,8, en 10 ára meðaltali 4,1, og það eru tæplega 40% eigna í erlendri mynt. Og já, það nú skipting fjárfestinga í samtryggingadeildinni. Þetta ágætt streifing eigna. Við erum hlutabréf vega hvað þyngst, en síðan töluvert í ríkisskuldabréfum, skuldabréfum fyrirtækja, og svo sérhæfðum fjárfesting, og það þessi framtakssjóðir eða óskráðu skuldabréfa fasteignasjóðir sem ég nefndi áðan. Eignasamsetning, ef við horfum í gegnum sjóðina, vegna þess að þeir geta bæði verið í hlutabréfum og skuldabréfum,
Það voru 45,7% eigna sjóðsins í sem sagt skráðum og óskráðum hlutabréfum og 54,3% í skuldabrjöfum og innlánum. Og allir eignaflokkar skiluðu bara góðri ávöxtun, hlutabréf hvað best og en öll með jákvæða raunávöxtun. Og síðan náttúrulega bara að leggja áherslu á það að það getur verið sveiflur í ávöxtun lífeyrissjóða en þeir eru langtíma fjárfestar og langtíma ávöxtun festu bara með ágætum 4,1% sem töluvert yfir því viðmið sem okkur sett þegar að verið að reikna sjóðin upp í tryggingafræðilegu tilliti að þá gert ráð fyrir 3,5% vexti eigna og skuldbindinga. Nú síðan það sérumdeildin, þar var ávöxtunin jafnframt bara fín. Þetta 2 söfn, annað mjög íhaldsamt, mikið í skuldabrjöfum, meðan að hitt söfn 2 mikið í hlutabrjöfum og ávöxtunin var eftir því hlutabréf gáfu mjög vel á síðasta ári og sparnalega 1 bara í innlendum eignum meðan safn 2 í þarna 43% í erlendum eignum. Já, þetta þá sem sagt eignasamsetning sparnalega 1 og þetta náttúrulega langstærstu hluta ríkistryggðu skuldabréf að eignir þessara sérumdeilda allar gerðar upp á gangvirði eins og það heitir, þannig að breytingar á ávöxtunarkröfu skuldabréfanna hefur áhrif á gengi þeirra, daglegt gengi þeirra en þannig þetta að langstærstu hluta í ríkisskuldabréfum en jafnframt eitthvað í innlendum hlutabréfum og skuldabréfum sveitarfélaga. Safn 2 töluvert áhættusæknara og þar vega hlutabréf langmest í safninu, þar á eftir koma ríkistryggð skuldabréf og skuldabréf sveitarfélaga. Já, þá ég nú búin að ljúka mínu máli. Kærar þakkir. Þakka þér fyrir, Gylfi. Nú rétt að taka fram að samkvæmt öðrum tölulið greinar 5.8 í samþykktum sjóðsins gert ráð fyrir því að ásetningu sjóðsins sé einungis kynntur. Það að segja ekki borin sérstaklega undir atkvæði enda hann á ábyrgð stjórnar sjóðsins. Nú en hvað sem því líður einhver hér sem óskar eftir að taka til máls undir þessum dagskrárlið, gjörðu svo vel. Eða varðandi dagskrárliðinu undan, það að segja skýrslu stjórnar, gjörðu svo vel. Fundarstjóri ágætu fundamenn. Ég vil þakka Eyrúnu og Gylfa fyrir greinargóðar skýrslur. En mig langar með leyfi fundarstjóra að bera fram eina spurningu, svona já og nei spurningu, helst bara sem væri hægt að svara mér bara beint úr ræðustól, þannig að það skiptir máli fyrir töluna mín og eftir. Það kom ekki alveg skýrt fram, fannst mér hvort að stjórn Festa hefur verið sammála samkomulaginu við ríkið. Spurningin var Festa samþykk samkomulaginu við ríkið? Nú horfi ég á Eyrúnu, hún kinkar kolli, þannig að ég segi það sé já. Þá langar mér að grípa niður í með leyfi fundarstjóra, bara stutt. Bara stutt nokkrar línur úr áliti sem að Lex lögmenn gerðu fyrir lífeyrissjóðina í fyrra og hefst á lesturinn. Þá segir í samþykktum að stjórn sjóðsins, framkvæmdastjóri og aðrir þeir sem hafa heimild til að koma fram fyrir hönd sjóðsins megi ekki gera neina þær ráðstafanir sem sýnilega til þess fallnar að afla ákveðnum sjóðfélögum, fyrirtækjum með öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna umfram aðra eða á kostnað sjóðsins. Engar undanþágur sem hér eiga við veittar frá ákvæði þessu. Og bara til að setja þetta í samhengi þá var þetta álit sem var veifað framan í okkur þegar við fórum fram á því að vextir og verðbætur eru felldar niður tímabundið
í okkar erfiðleikum Grindvíkinga í fyrra, gagnvart húsnæðislánum Grindvíkinga og menn sögðu alveg blákalt að við hefðu fullan og góðan vilja til að gera eitthvað fyrir okkur en þeim mætti það bara alls ekki. Þess vegna vekur það athygli mína að menn hafa gefið afslátt á samningum við ríkið því að ef að þetta álit frá í fyrra stendur enn að þá var gefin afsláttur hámarks ávöxtun gagnvart ríkinu. Þannig að annarkvort í fyrra en núna er verið að segja okkur ósatt. Takk fyrir. Þakka þér fyrir. Er einhver sem óskar til að svara þessu fyrir hönd festu? Gjörðu svo vel, Gylfi. Það er afstaða okkar að við höfum ekki gefið neitt eftir í þessu samningum. Menn geta endalaust deilt það hvort þetta var eðlileg niðurstaða og þar erum við komin út í mjög flóknar vangaveltur það sem heitir fólgnir framvirkir vextir og ég ætla nú ekki að fara út í þá sálma en get hins vegar fullyrt það að uppgjörið eins og það lítur út færir sjóðunum bókfærðan hagnað upp á 2,1 milljarð. Þetta 30 milljarðar. Við vorum ekki að gefa neitt eftir í þessum samningum. Þakka þér fyrir, Gylfi. Það eru fleiri sem óskar til að taka til máls, gjörðu svo vel. Kæri fundarstjóri, kæri fundarmenn, ég ætla svo ekki að lengja að fundi mjög mikið með þessu en ég óska eftir að verði bókað að ég mótmæli þessari túlkun að það sé ekki verið að gefa eftir í þessum samningum fullnaðar ávöxtun og það sé þess vegna vafi lögmæti þessarar aðgerðar. En á öðru leyti ætla ég ekki að munnhöggvast við menn það hér. Takk. Þakka þér fyrir. Nú fundarritari færir þetta til bókar eftir því sem kostur gerir fundarritari sérstaklega óskir að fá þetta með skýrara hætti. Þakka þér fyrir. Þeir eru fleiri sem óskar til að taka til máls undir þessum dagskrárlið eða dagskrárliðinum á undan. Já, gjörðu svo vel, maður bjóður að gera það hérna á pontu eða úr sæti. Og ég veit ekki hversu kunnugir fundagestir eru hverjir öðrum en það væri ágætt, já, þakka þér fyrir ef þeir sem mæla hérna á pontu myndi gera það fyrir okkur öll að kynna sig og fyrir hönd hvers þeir taka til máls. Takk fyrir. Já, fundarstjóri og stjórn og fundamenn. Bara ein spurning og ég óska ykkur til hamingju með lágt hlutfall rekstrakostnaðar, það vel gert og spyr í framhald af því, eitthvað að gerast í svona hagræðingu í lífeyrissjóðakerfinu almennt og ég nú sérstaklega því ég þekki nú til eins mjög lítil sjóðs en þetta ber oft að góma í samfélaginu að þetta við þurfum að ná meiri árangur þarna og hljótir einhver að hafa renti hýru auga til ykkar. Þakka þér fyrir og ég árétta það væri ágætt að fólk kynnti sig og fyrir hönd hvers þeir gera það. En gjörðu svo vel, þeir eru velkomin að kynna þig. Já, afsakið, ég heiti Erna Bjarnadóttir, ég fulltrúi atvinnurekenda. Þakka þér fyrir. Einhver til svars fyrir hönd festu? Gjörðu svo vel, Gylfi. Þetta bara dagleg baráttu í sjálfu sér. Það sem kannski gera hana erfiðara að það alltaf gerðar auknar kröfur til starfsemi lífeyrissjóða og það fel í sig kostnaðarauka þannig að menn þurfa að hægra á öllum sviðum. Það mikið talað gervigreind og það muni leysa öll heimsins vandamál. Ég efasemdamaður þar en það væri mjög ánægilegt ef við getum séð kosti þar. Við erum vissulega farin að nota gervigreind
og hún þá hjálpa okkur í að bara sko leita upplýsinga hratt og vel í staðin fyrir að með eldri aðferðum þá þurfti að grafa. Þannig að við erum með áskrift að gervigreindar hugbúnaði og það mikilvægt að vera með það vegna þess að við viljum heldur ekki gefa frá okkur upplýsingar og gögn. Það rétt að menn hafi það í huga að það sem opið, það líka, þar ertu að henda gögnum út í kosmosið og það kann að vera hættulegt líka. Þannig að það þá vissara að vera með áskrift að svona tiltölulega virðulegu og gervigreindar hugbúnaði. Takk. Takk fyrir Gylfi. Eru fleiri sem óskar taka til máls undir þessum dagskrárlið eða þeim síðasta? Takk fyrir það. Það þá fært til bókar. En þá komið að 5. lið á dagskrárfundarins en Benedikt Jóhannesson hjá Talnakönnun mun kynna tryggingafræðilega úttekt vegna sjóðsins. Gjörðu svo vel, Benedikt. Já, takk fyrir það, fundarstjóri og góðir fundamenn. Það nú búið að ræða hérna aðeins kannski megin atriði sem að koma fram í þessari úttekt minni. En kannski bara til að rifja það upp að skuldbindingar lífeyrissjóðs eru með tvennum hætti. Það annars vegar það sem að áunnið eða áfallin skuldbindingum síðustu áramót. Þá erum við að tala öll réttindi sem sjóðfélagar hafa á liðnum árum unnið sér inn með greiðslu iðgjalda og við það hafa síðan bæst ávöxtun og svo dregist frá rekstrarkostnaður. Á móti þessu kemur, og þetta allt reiknaðar tölur, á móti þessu koma eignirnar sem hér hefur verið gerð grein fyrir í máli framkvæmdastjóra. Síðan hinn hlutinn, það framtíðarstaðan. Framtíðarstaðan, hún reiknast þá eftir því að þá horft á alla virka sjóðfélaga á árinu 2024. Það að segja alla sem hafa greitt einhver iðgjöld til sjóðsins á liðnu ári og miðað við réttindatöflu sjóðsins þá reiknað hve mikil réttindi sjóðfélaga munu vinna sér inn með þessum iðgjaldagreiðslum. Og ef vel á að vera á þá þarf að vera samræmi þarna á milli. Og saman gerir þetta heildarniðurstöðu. Og það eru breytingar sem við gerðum á úttekt í fyrra, frá fyrra ári og það eru 2 breytingar og svo sem skiptir meginmáli, það svo sem þarna með rauðu letri, að það voru endurnýjaðar eða endurreiknaðar örorku og endurhæfingarlíkur fyrir sjóðinn, byggðar á nýjustu tölum og þessa breyting hafði veruleg áhrif til batnaðar á stöðu sjóðsins og sem þýðir það þá að það hefur dregið úr örorku frá því sem áður var og það auðvitað mjög ánægjulegt nú bæði fyrir sjóðfélaga almennt og fyrir stöðu sjóðsins líka. Hinn breytingin sem gerð var að það eru komnar nýjar barneigna og hjúskaparlíkur. Þessi breyting hefur lítil áhrif á stöðu sjóðsins, kannski samt að segja ykkur í hverju breytingarnar fólust. Það að segja að það eru barneignatíðni hefur farið minnkandi frá gamlu líkunum sem voru frá því aldamót. En hjúskaparlíkur hafa aukist og það kannski aðalega vegna þess að fólk lifir lengur og þess vegna gift lengur. En þetta hafði ekki megin áhrif á niðurstöðu sjóðsins. Nú hér eru tölurnar sem sýna tryggingafræðilega stöðu sjóðsins í árslok 2024. Ef við horfum á bara neðstu línuna, við gætum farið yfir hverja línu fyrir sig, en það neðsta lína sem skiptir mestu máli, að þar sjáum við að áfallarskuldbindingar þær eru í smávægilegum mínus og
Það þýðir það að eignirnar duga ekki alveg fyrir skuldbindingunum eins og þær voru í árslok. Við erum aftur á móti með pluss framtíðarmegin og samanlagt þá gerir þetta það að sjóðurinn bara nokkurn veginn alveg í jafnvægi og það auðvitað mjög ánægjuleg breyting. Við sjáum það hvernig þetta var í fyrra, það talað þarna í horninu hægra megin neðst að þá vorum við með mínus og það var ekki þessi mínus að það kallaði áneitan breytingar, það var einhver skylda til breytinga á réttindum en enga síður þá það alltaf þannig að þegar við erum með mínus og það fara að nálgast mínus 5% þá erum við komin yfir á hættusvæði. En eins og kannski flesti hér inni muna að þá var það þannig að reglurnar þannig að ef að staðan fer út fyrir mínus eða pluss 10% þá ber að breyta réttindum strax. Ef það á milli mínus 5 og mínus 10 eða pluss 5 og pluss 10 samtals í 5 ár þá það líka að breyta. En þetta þýðir bara skyldan sem á sjóðunum. Ef það veruleg frávik frá núlli að þá það eðlilegt að stjórn sjóðsins skoði hvort ástæði til þess að breyta réttindum vegna þess að ef til dæmis áfallastaðan væri mínus 9% þá þýðir að það verið að greiða lífeyri töluvert hærri heldur en sjóðurinn á fyrir það byrja 10% hærra í lífeyri. Þannig að það eðlilegt að grípa inn fyrr. En þessi niðurstaða sýnir það bara að sjóðurinn stóð sig ákaflega vel í fyrra og sem auðvitað mjög mikilvægt fyrir sjóðfélag. Hér þetta sýnt hvernig þetta breytist. Þetta staðan eins og hún var í mínus 4,4% vegna nýrra forsendna þá batnaði staðan 2,8%. Ávöxtunin var afbragðsgóð og það gerir það 1,6% og svo eru aðri liðir sem breyting á aðra breytingar aðallega á kostnaði og samtals þýðir það að frá því að sjóðurinn var í miklu mínus þá var hann núna komin í núlli, það var komin í núll áramót. Við höfum skoðað það alltaf hvernig iðgjöld ársins breytast frá ári til árs og þau voru svona, við erum að tala að iðgjöldin eftir aldri, þannig að græna línan, það hvað gerðist á árinu 2023 og rauði ferillinn, það það sem gerist á árinu 2024. Við sjáum það að fyrir yngra fólkið að þá rauði ferillinn fyrir ofan þann græna, það endurspeglar ágætis atvinnuástand og það voru ákveðnar launahækkanir í gildi, sem kom í gildi. En við sjáum aftur á móti þegar við horfum á eldri sjóðfélaga, þá falla þeir fyrst saman ferlarnir og svo verður sá rauði minni. Þetta endurspeglar þróun sem við sjáum í flestöllum lífeyrissjóðum, kannski öllum, að sjóðfélagar eru farnir að fara fyrr á lífeyri. Þeir eru farnir að hætta fyrr að vinna en áður. Að hluta til þetta vegna þess að réttindi til þess að hætta fyrr og taka lífeyri úr þessum lífeyrissjóði voru rýmkuð fyrir 3 árum ef maður rétt og þannig að þetta bara hægt núna en þetta kann líka að endurspegla það að fólk meti það svo að réttindin séu orðin betri en áður og þess vegna geti fólk leyft sér að vinna skemur. Við höfum hort alltaf á það að hér var aðeins nefnt örorkuframlag ríkisins. Það kallað jöfnunarframlag frá ríkinu og þá það hugsað þannig, eða var upprunalega hugsað þannig að það færi til þess að jafna örorkubyrðina. Það eru sumir sjóðir, aðalega sjóðir sem eru með mikið af verkafólki, sjómenn og fólki í verksmiðjum og annars staðar svona í líkamlegum störfum. Þar hefur örorkan verið meiri
heldur en í sjóðum þar sem aðalega fólk sem að vinnur skrifstofustörf og þetta framlag hefur meðal annars komið sterklega til festu. Festa sé númer 2, gildi fær mest úr þessu og það bara stærri sjóður og svo kemur festa. Þessu framlagi hefur verið varið til þess að bæta réttindi sjóðfélaga og það hefur bara verið farið beint til þess og það ágætt að gera það þess að mótvægi við það að hér örorkubyrðin þyngri og hér sýnt hvernig hugsað að þetta breytist næstu árin. Það var þannig að það var jafn mikið lagt bæði til ellilífeyris og til þeirra sem voru að vinna sér inn réttindi, virkra sjóðfélaga. Nú þetta búið að vera í þó nokkur ár og það var ákveðið fyrir nokkrum árum að breyta þessu þannig að þeir sem væru að fara á eftirlaun væri ekki að fá þá 2-falt og þá þetta trappað niður í ellilífeyrinum og hækkar þá hjá þeim sem eru virkir sjóðfélagar. Það þó rétt að segja frá því að það hafa verið blikur á lofti varðandi þetta jöfnuðarframlag. Það að segja ríkið talaði það fyrir ári að það væri rétt að yrði lækka þetta framlag og það var ákveðið að gera það en þó með þeim hætti að 5 lífeyrissjóðir og þeir á meðal festa, þeir lífeyrissjóðir sem hæstu örorkubyrðina hafa, þeir munu fá þetta framlag áfram. Við vitum ekki nákvæmlega en þá hvernig það muni skiptast milli sjóðana en þannig að það ekki alveg á vísan að róa og bara það þeir fara að krukka í svona að þá það vist hættumerki þannig bara að það sé komin og fram hérna en það hefur ekki verið búið neitt frekari niðurskurður á þessum. Nú hér erum við að tala það koma breytingar hérna, breytingatillögur á samþykktum og eftir og hér sjáum við þessa aldursháðu réttarinvinnslu sem sú réttarinvinnsla sem allir eru að fá núna. Það að segja fyrir utan þá sem að borga í jafna ávinnslu, það hópur sem var hér til ársins 2000 og fyrir árið 2005 en þetta megin rétt ávinnslan og þetta rétt að tablan byggist á þessum. Sjáum það á þessari töflu að það komið aðeins misvægi þarna á milli réttinda og iðgjalda. Það að segja nú iðgjaldana aðeins hærra heldur en réttindin sem að menn unnu sér fyrir á liðnu ári. Þetta getur alltaf gerst og það hefur verið stefna stjórnar að reyna að jafna þetta leið og slíkt misvægi kemur fram og það getur gerst á 2 til, gæti gerst á 2-3 ára fresti. Og þannig að þær breytingar sem að verða bornar upp hérna á eftir, þær byggja á því að leiðrétta þennan mismun þannig að það verði ekki misvægi í framtíðinni að fólk sé að borga hærri iðgjöld til sjóðsins heldur en réttindin sem að fást. Nú og þá erum við með bara það síðasta hvernig réttindatablan hvernig þeim ber saman og þetta held ég ætti að vera að mörguleyti mjög ánægilegt að samþykkja þetta vegna þess að nýja réttindatablan hún augljóslega gefur meiri réttindi heldur en svo gamla þannig að ég á vonu að það muni nú renna í gegn en myndin á undan hún sýndi að það einmitt rétt að gera það, þetta ekki bara gert til í einhverju örlæti stjórnar heldur þetta einmitt það rétt sem á að gera. Þá hef ég ekki fleira að segja og takka fyrir. Þakka þér fyrir Benedikt. Einhver sem óskar til að taka til máls undir þessum dagskrárlið áður en lengri haldið? Takk fyrir, það þá fært til bókar. En nú mun Baldur Snorrason, forstöðumaður eignastýringar í sjóðnum, kynna fjárfestingarstefnu sjóðsins fyrir árið 2025 og ef hann hefur ekkert á móti því þá myndi hann í beinu framhald að því gera grein fyrir hlutaðastefnu sjóðsins sem næsti liður á dagskrárfundarins þar á eftir.
Góðu kvöldið, góður fundagestir, þá það fjárfestingarstefnan. Á hverju hausti þá fara starfsmenn sjóðsins og setjast niður og búa þessa stefnu til. Hún sett fram til nokkur ára í senn en endurskoðuð árlega. Þegar við röðum henni saman þá tökum við, það eru mismunandi áhættar sem í mismunandi eignarflokkum, hlutabréf með meiri áhættu heldur en skuldabréf og svo framvegis, og við reynum að finna út hvernig best að raða þessu saman fyrir komandi ár, og hún segir til hvaða fjárhagslega áhættu sjóðurinn tilbúin að taka og stjórn hans. Við byggjum hana sjálfsögðu á lögum. Það eru töluverðar takmarkanir í lögum eignasöfn lífeyrissjóða og við byggjum hana sjálfsögðu á því. Það getur tekið nokkuð langan tíma ef við gerum breytingar, þá getur það tekið býsna langan tíma að ná þessum breytingum fram. Bæði vegna þess að það bara eftir í hvernig eignarflokkarnir, hvert framboðið, hvað í boði, á hvaða tíma og svo framvegis. En oftar en ekki þá þetta ekki miklar breytingar á stefnum, það eru settar fram í langan tíma og svo svona fínstiltar, má segja, árlega, svo framalega sem ekkert stórkostlegt hafi gerst í heiminum á milli. Og svo sérstaklega innanlands, þá framboð eignarflokkar bara mjög misjafnt og getur verið háð tíma ársins til dæmis, hvenær þeir nást fram og hvenær ekki. Þannig að þetta fer alltaf svolítill tími í að ná þessum stefnum og svona fínstilla þeir. Og ef við setjum þetta í samhengi við prósentutölunar í hverjum flokk fyrir sig, þá má taka fram að 1% fyrir festu eru 3,2 milljarðar. Og svo þegar kemur að gjaldeyrissamsetningu, þá 1% 1,3 milljarðar. Þannig að þetta fljótt að breytast. En okkur hefur gengið prýðilega að halda þessar stefnu, sérstaklega núna við vorum lengi vel svolítið undir í erlendri mynt, en það kom helst til að það bara erfitt, lítill og þröngur markaður, en það hefur síðan breyst og breytist á síðast ári, meðal annars vegna sölunar á Marel til JBT. Hérna sjáum við svo hvernig stefnan lítur út og kynnt, og þá sjáum við að stefna 2025 til dæmis 2% í innlánum. Við erum hins vegar, ef við sjáum staðalok mars 2025, þá erum við með 3% í innlánum, og þarna lengst til hægri þá mismunun á stefnunni og raunstöðu. Þannig að við sjáum að við erum þarna, þetta samtryggingadeildin og hún bara nokkurnu, við myndum segja að þetta væri bara á stefnu. Það sem 1% við teljum þá óverulegt, og innlánsstaðan þarna, hún yfir, og það hefur bara komið til vegna þess að við höfum ekki verið að fjárfesta eins hratt eins og kannski oft áður, og það kemur til bara út á óvissu á mörkuðum. Við getum kallað þess óvissu líka bara Trump, þetta eiginlega bara samhitið þannig. Við erum með fasteignatryggð skuldabréf, þar erum við yfir 1%, en það kemur til vegna þess að þegar vextir mjög háir eins og eru búinir að vera, þá eru náttúrulega fyrirtæki tregari til að endurfjármagna, og sérstaklega eins og núna þegar það verið að horfa fram á vaxtalækkanir, þá reyna þau frekar að halda aftur á sér og gerir okkur auðvitað erfiðara vika nálgast þessi bréf. Við vorum komin í stefnu í erlendum hlutabréfum, en það hefur lækkað náttúrulegum orsökum. Við höfum ekki verið að breyta neinu, heldur hafa bara hlutabréf erlend, eru bara allstaðar, þau hafa lækkað svolítið á mörkuðum undanfarið. Sérhæfðu fjárfestingarnar eru erfiðar. Þetta eru sjóðir sem yfirleitt með 10, 12, 14 ára líftíma, og það tekur bara mjög langan tíma að gera einhverja breytingar á stefnu. Ef við myndum breyta þessum 2%, það getur tekið okkur nokkur ár að ná því. Og eins og ég sagði með hlutfallið í erlendri mynt, að við höfum verið öll síðustu ár bara alltaf verið að bæta við þetta, sérstaklega eftir náttúrulega bara ánám hafta, og það hefur bara tekið mjög langan tíma, en tókst loksins í fyrra vegna sölunar á Marel. Það var nokkuð stór þáttur í okkur. Við vorum komin í stefnu, erum svo aðeins undir núna, og það skýrist bara af lækkunum erlendis. Ef við förum yfir séreignardeildirnar, að það aðeins öðruvísi stefna þar, af því að þeir sem eiga í séreignardeildunum, þeir geta fært þessar deildir eða eignina sína bara, ég held að séu bara engin takmarkaði, bara einu sinni í mánuði þessu.
sem gerir það verkum að við verðum að hafa mjög auðsveinlegar eignir í þessum deildum. Að því að ef fólk fær að flytja þetta mikið, þá getum við lent í því að eiga eign sem við getum ekki selt og það er alls ekki gott. Við erum með 2 deildir, sparnaðarleið 1 sem er varfænuleið eins og Gylfi sýndi hérna áðan. Hún er, ef maður rétt, 64% skuldabréfum. Á þessari deild var engin breyting gerð á milli ára. Ein lítið við settum 10% svigrúm til fjárfestinga erlendum hlutabréfum en stefnan er enga síður 0. Það er heimild ef við teljum að svo það sé skynsamlegt en stefnan heilt yfir er óbreytt. Og þessi deild er mjög lítil, þannig að öll frávik á stefnunni geta orðið mjög stór í prósentutalið. Það skýrist ekki af stýringunni sjálfri, heldur bara hversu lítil hún er. Sparnaðarleið 2, hún er mun stærri, lítil þó, en hún er miklu dreifðari og er hugsuð fyrir aðra sjóðsfélaga. Við gerðum engar breytingar á henni á milli ára. Hún er, ef maður rétt, sé ekki 7-8 sinni stærri en þessi, engu að síður lítil, en býr við það sama að öll frávik á henni geta orðið töluvert stór í prósentum. Hérna sjáum við fyrir séreign 1, þá sjáum við alltaf að tölu 4,1% í frávik og mínus 5,8, 5,2. Þetta skýrist af því að svo dæmis við tekin að skuldabréf geta verið 20 milljóna einingum og þessi deild er ekki nema rúmar 200 milljónir, þannig að hún getur jafnvel ekki keypt skuldabréf sem hún þarf, þannig að hún fer þá kannski frekar í gegnum sjóð eða slíkt en frávikin munu síðan bara minnka og jafna sig eftir því sem deildin stækkar. Sama hérna með sparnaðarleið 2, það er örlítið stærri frávik en hún er þarna milli samtryggingar og leiðar 1 og bara á sömu orsökum, það eru stærðirnar á þeim einingum sem hún kemst í. Þá er það hluthafastefnan. Sjóður er náttúrulega langtímafjárfestir og hérna við stefnum að ná bara okkar, eða bara bestu ávöxtun sem við teljum okkur geta náð. Við viljum vera ábyrgur hluthafi og við viljum stuðla að framþróun starfshátta innan fyrirtækja og þá á hlutabréfamarkaði. Við gerum kröfur að fyrirtækjum fjárfestum í, þau sýna ábyrgð gagnvart samfélagslegum gildum og gæti að ÖFS-þáttum, jafnrétti kynja, umhverfinu og fleiri slíkra þátta og að þær starfi bara í samræmi við umhverfis og leiðbeiningar stjórnarhætti fyrirtækja. Við hvetjum alveg sérstaklega til virkara samkeppni og ábyrgðar gagnvart samkeppnislögum og það skýrist auðvitað því að við eigum til dæmis í festu högum og samköp að við bara ætlumst til þess að þessi fyrirtæki gæti að samkeppnislögum og höfum ekki, skiptum okkur ekki að reynum að áhrif á rekstur sem er í samkeppnisrekstri. Þegar við erum að beita okkur þá auðvitað skiptir máli hvað við eigum mikið í viðkomandi félögum, hvað við erum með stóran eignarhlut og bara hvers slags fyrirtæki og annað slíkt vegna þess að það skiptir höfuðmáli að á Íslandi að eiga 5% í félagi getur haft mikil áhrif en ef við ættum til dæmis milljarð í Nvidia þá myndi ekki hlusta á okkur. Þannig að við auðvitað beitum okkur mest í þeim fyrirtæki þar sem við höfum mest undir. Markmiðið með stefnunni er að marka stefnu og stjórnarnir til festu lífeyrissjóðs sem eiganda, auka þannig gegnsæi við fjárfestingar sjóðsins og ábyrgðan sem eiganda og styðja þá við langtíma sjónarmið sem liggja baki fjárfestingunum, það er að segja fjárfestingarstefnunni. Í þeim félögum sem við erum hluthafar í þá þurfum við að kjósa stjórnir og þar er krafan okkar að stjórnarmenn bara sínu starfi heilindum og kostgætni, gæti að sjálfsögðu þess að vera stjórnarmenn allra hluthafa. Við höfum aldrei litið svo að við eigum stjórnarmenn eða eitthvað slíkt. Við leggjum áherslu á að samsetning stjórnar sem hætti að reynsla og menntun og hæfni sé það sem að félagið þarf. Það er metið í hverju tilviki fyrir sig hvort að við gerum tillögu stjórnarmann fyrir hluthafafundi eða hvort við fylgjum tilnefningarnefndunum. Það kann og hefur einstaka sinni gerst að við höfum lagt fram önnur nöfn því að þá hefur bara við talið að þetta væri ekki rétta samsetningin. Það eru tilnefningarnefndir í félögunum sjálfum. Festa hins vegar er með sína eigin tilnefningarnefnd
sem eru framkvæmdastjóri og stjórnarformaður og varaformaður. Þannig að þegar það þarf að kjósa í stjórnum, þá fer eignastýring yfir hvaða nöfn þetta eru og gerir nefnd festu grein fyrir því og þá sem að síðan ákveður hvernig við förum með okkar atkvæðir. Stjórnarmenn eða starfsmenn, við sitjum ekki í stjórnum fyrirtækja, ekki umboði sjóðsins og einstaka sinnum ef eitthvað slíkt þá það í fyrirtækjum eða sjóðum sem eins og sérhæfisjóðir, þar sem við sitjum þá í fjárfestingaráðum einhverju slíku. Á hluthafafundunum, við mætum á alla hluthafafundi og það skiptist svolítið á milli nokkurra starfsmanna í sjóðum að mæta. Þetta er mjög mikið af fundum, mjög mikið af félögum sem við eigum í. Yfirleitt förum við með forskrift á fundin hvernig sjóðurinn ætlar að kjósa. Ef eitthvað kemur upp sem á fundinu sjálfum, að þá einfaldlega kjósum við með eða mótiðin tillögum eftir í hvernig viðkomandi starfsmaður metur það fyrir hönd félagsins sjálfs. Starfskjarastefnu félaga, þær verða uppfylla kröfur hluthafa og taki með að viðurkenndum leiðbeiningum og stjórnarhætti fyrirtækja eins og við á. Ávallt líka fyrir greinargóðar upplýsingar og rök fyrir starfskjörum og þær þurfa að greina hvernig þær eiga að styðja við langtímahagsmuni félagana og þetta hefur verið nokkuð stórt mál undanfarin 2-3 ár. Það eru starfskjarastefnurnar og mikil tími farið í þær og sem dæmi hvernig við höfum kosið á fundum eða beitt okkur að tillögum stjórnar Bláa Lónsins var hafnað vegna þess að okkur þótti tillagan frekar óskýr og það má bæta við að ekki þá væri eitthvað slæm sem slík en við fengum mjög stuttan tíma til að kynna okkur stefnuna og þar að lendin var henni hafnað. Við höfnuðum kaupaukakerfi vegna þess að það var óskýrt og töldum það fullmikið umfang, það er að segja tölurnar voru stórar, það var Bláa Lónið, Heimar og Hagar. Við sjóðurinn mótfallin því að aðilar sem sitja í framkvæmdastjórn kauphallarfélaga setja í stjórn annarra kauphallarfélaga. Það hefur verið svolítið þetta og það hefur verið alveg skýrt frá stjórnfestu að við höfnum öllum slíkum tillögum. Við höfum kosið við höfum kosið stjórnarmenn sem hafa haft samband við okkur og óskað eftir stuðningi þrátt fyrir að þeir hafi ekki náð í gegnum tilnefningarnar. Stjórnfestu hefur metið það sem svo að tilnefningarnar eru góðar og standa fyrir sínu en við erum ekki skuldbundin af því að kjósa samkvæmt þeirri niðurstöðu þar sem að sjóðurinn eftir sem áður hluthafinn og verður að greiða atkvæði samkvæmt sinni eigin samvisku. Við höfum stutt aðra hluthafa sem leggja fram tillögur á fundum og það hefur þá einna helst verið í málefni þar sem að snýrað hófsemi í launum og kjaramálum almennt. Og sem dæmum aðra hluti en kjaramál þá höfnuðu við tillögu stjórnar Nova sem að lagði til að kjörtímabili stjórnarmanni yrði breytt úr 1 í 2 ár og því var hafnað af hálfu festu. Á hverju ári þá fáum við bæði frá tilnefnendunum ósk fund og eins ósku við bara eftir því frá þeim þegar svo við. Þannig að við hittum svo gott sem alla tilnefnendunar og oft á tíðum stjórnendur og stjórnarmenn í fyrirtækjum sem að við erum hluthafar í og þetta gerum við yfirleitt bara í aðdraganda hluthafafunda og þar gerum við bara grein fyrir þessari hluthafastefnun okkar. Þannig að stjórnendan viti í rauninni bara hvaðan við erum að koma, þannig að ef við erum að greiða atkvæði gegn einhverjum fundum þá ætti það yfirleitt að vera tiltölulega ljóst af hverju. Við styðjum á fundum umbunarkerfi. Stjórn sjóðsins telur að það eigi að umbuna starfsmönnum fyrir velunum störf en sjóðurinn hefur sett það sem skýra kröfu að þessi kerfi eigi að ná til sem flestra og vera bara sanngjörn. Og hluthafastaðan á hverju einasta ári þá ítrykkum við að samsetningsstjórnar sé í samræmi við þarfir þess fyrirtækis að þetta sé ekki mjög einsleitar stjórnir. Og við tökum fjölmarga fundi með fyrirtækjum, rekstraraðilum framtakssjóðanna þar sem að við förum eigendastefnuna. Flestir framtakssjóðirnir okkar eru að sjálfsögðu erlendis
og við förum bæði á ársfundina þeirra, þó ekki allra en reynum alltaf að fara svona einhverja, en tökum mikið af tímsfundum og þar sem við bara útskýrum okkar afstöðu. Árum 2024 þá fór mestur tíminn okkar í starfskjarastefnurnar og held ég bara hjá flest öllum, þetta var stærsta málið í fyrra. En svo almennt þá erum við bara alltaf að halda þessu sama fram. Við erum að halda á lofti að kjaramál þurfi að vera bara hófleg. Og við studdum ekki mál þar sem að laun stjórnar voru að hækka töluvert umfram launavísitölu, en gerðum þá þann greinamun að í sömu félögum eru stjórnarlaun mjög lág, að það er svolítið annað að fara úr 5.000 kall í 10.000 heldur en kannski 800 í 900. Þannig að við höfnuðum því bara í öllum tilfellum sem þetta fór eitthvað verulega fram úr launavísitölu. Annað hef ég ekki segja. Þannig ekki. Er einhverja spurningar sem að varandi þetta? Takk fyrir. Þakkaði fyrir Baldur. Baldur fór þarna yfir 2 dagskrárliði. Það er að segja bæði fjárfestingarstefnu sjóðsins fyrir árið og hlutafjárstefnu sjóðsins. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þessum dagskrárliðum? Öðrum þeirra eða báðum? Þakka ykkur fyrir, það er það fært til bókar. Þá erum við komin að 8. lið á dagskrárfundarins, en Gylfi Jónasson, framkvæmdastjóri sjóðsins mun fara yfir starfskjarastefnu sjóðsins sem síðan verður búin undir atkvæði. Gjörðu svo vel, Gylfi. Takk fyrir. Starfskjarastefnan sem hér er lögð fram er óbreytt á milli ára. Bara svona fara stuttlega yfir hvað hún gengur út á. Hún tekur til stjórnarmanna, framkvæmdastjóra, líkistarfsmanna og annarra starfsmanna, og markmiðið að styðja við góða stjórnarhætti og að samt finna langtíma hagsmuni sjóðfélaga, starfsmanna og annarra hagsmunaaðila. Nú að bjóða stjórnarmálum starfsmönnum samkeppnishæf kjör og starfsumhverfi, og að starfskjör séu hvetjandi og styðji við rekstur, og gætt sé að viðurkenndi jafnréttis og jafnlaunasjónarmiðum. Starfskjör stjórnarmanna, það er ársfundur sem skipar starfskjaranefnd sem það er á dagskrá hér á eftir, sem fjallar laun stjórnar og gerir tillögur til ársfundar, og það er allt hér á dagskrá. Nú síðan höldum við úti virkri ábyrgðartryggingu, starfsábyrgðartryggingu fyrir stjórnarmenn. Það er mjög mikilvægt, þetta eru stóra fjárhæðir sem verið er að sýsla með, og sú starfsábyrgðartrygging hún á að tryggja stjórnarmenn fyrir að þeim sé haldið skaðlausum af kröfum sem að kunna á það vera gerðar, hvort sem þeir eru í gegn fyrir sjóðinni hafi gegnt, og nema í þeim tilvikum þar sem saknema háttsemi er að ræða. Og starfskjarastefnan skal tiltaka stjórnarlaun og laun framkvæmdastjóra og lykilstarfsmanna í ásetningi sjóðsins, í skýringum ásetnings, og stefnan skal birt í ársskýrslu og á vefsíðu sjóðsins. Og hún er lögð hér fram óbreytt frá fyrra ári. Takk fyrir. Þakkaði fyrir, Gylfi. Nú er einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þessum dagskrárlið áður en gengið verið til atkvæða. Takk fyrir, það er það fært til bókar. Nú samkvæmt samþykktum sjóðsins er gert ráð fyrir því að starfskjarastefnan sé borin upp til staðfestingar á ársfundi, og við göngum til atkvæði í samræmi við það. Ég bið á þau ykkar sem vilja staðfesta og samþykkja tillöguna að óbreyttri starfskjarastefnu vinsamlegast að rétta upp atkvæðaspjöldin ykkar. Þakka ykkur fyrir. Og þá þau ykkar sem andvíg og vilja ekki samþykkja hana, vinsamlegast réttið upp hönd eða atkvæðaspjöldu öllu heldur. Takk fyrir. Ég lýsi því þá yfir að fyrirliggjandi tillaga starfskjarastefnu telst á samþykkt óbreytt og staðfest án athugasemda eða mótatkvæða.
Þá fer fram kjör stjórnar og kjör varafólks í stjórn og tillögur sem borist hafa að stjórnarfólki að finna á kynningaglærunum. Það segir eftirfarandi tillögur hafa borist við ráðsfund sjóðsins og voru þær jafnframt kynntar á fulltrúaráðsfundi festu þann 10. apríl síðastliðinn. Þannig segir tilnefningarnefnd fulltrúa stéttarfélaga gerir tillögu 2 aðalmenn í stjórn sjóðsins til næstu 2 ára. Það aðalmaður til 2 ára Eyrún Jana Sigurðardóttir og annar aðalmaður til 2 ára sömuleiðis Silja Eyrún Steingrímsdóttir. Síðan segir þetta tilnefningarnefnd Samtaka atvinnulífsins kynni tilnefningu Samtaka atvinnulífsins 1 aðalmann og 1 varamann í stjórn sjóðsins til næstu 2 ára. Það aðalmaður til 2 ára Steinþór Skúlason og varamaður til 2 ára Einar Steinþórsson. Einhver sem óskar til taka til máls undir þessum dagskrárlið eða hefur athugasemdir í þessar tillögur eða tilnefningar? Það að fært til bókar að svo ekki. Það óskar til því að þau sem tilnefndir standi upp. Þannig að sé að sjá þau. Þakka ykkur fyrir. Einhverja frekar athugasemdir eða einhver sem óskar til taka til máls? Þakka ykkur fyrir. Og ef svo ekki þá bið ég vinsamlegast fulltrúa stéttarfélaganna sem eru fylgjandi fyrirliggjandi tillögum skipan stjórnar vinsamlegast að greiða atkvæði. Þau sem eru fylgjandi, já. Þakka ykkur fyrir og þá þau ykkar sem eru andvíg. Það að fært til bókar að þetta þá staðfest og samþykkt af þeirra hálfu með öllum greiddum atkvæðum. Ég bið þá fulltrúa Samtaka atvinnurekenda vinsamlegast að staðfesta með uppbreytingu atkvæðaspjalda afstöðu sína til tilnefningarsamtakanna í stjórn fyrir sitt leyti. Fyrst þau ykkar sem eru fylgjandi. Takk fyrir og þá þau ykkar sem eru andvíg. Og það þá sömuleiðis staðfest með öllum greiddum atkvæðum og áður greindi frambjóðandi teljast á rétt kjörnir í stjórn og varastjórn sjóðsins og ég óska þeim til hamingju með það. Þá komið að lið 10 á dagskrá fundarins en Gylfi Jónasson mun nú kynna tillögu stjórnar til breyting á samþykktu sjóðsins sem síðan var að bornar undir atkvæði. Gjörðu svo vel. Góðu fundargestir, þetta eru tillögur svona samtíningur af leiðréttingum og síðan viðameiri breytingum. Fyrsta tillagan varðar grein 9.11, það sem er tilvísun í grein 11.8 og þarna við gerðum breytingar af 11.8 árið 2018. Þar sem við bættum inn grein 11.6 og þá hliðruðust allar hérna til. Þannig að rétt tilvísun í 11.8, ekki 11.7. Og hérna, síðan það tillaga til breytinga á grein 9.12 og það varðar þetta framlag til jöfnunar örorkubyrði og við höfum árabil alveg frá árinu 2011 nýtt þetta framlag til þess að auka bæði réttinda ávinnslu sjóðfélaga og síðan lífeyrisgreiðslur til þeirra. En það þarf þó alltaf að tryggingastærðfræðingur þarf að meta nægileika framlagsins á hverju ári og hann hefur gert það og við höfum sett þá fram nýja töflu sem ég kem að síðar sem kemur fram í viðauka B sem viðauki B við samþykktirnar. Þetta er svona hálfgerð loggbók sem loggar allar breytingar á réttindum og þar höfum við þá sett fram nýja töflu 2, áður var tafla 1 sem sýndi hvernig nýtingu framlagsins yrði háttað næstu 5 árin. En þið munið kannski eftir því að í árinu 2023 upphafi þá settum við fram svona töflu. Áður höfðum við bara verið með hlutfall sem tók nú breytingum svona á einhverjum 5 ára fresti eftir því hver niðurstaða tryggingastærðfræðings var nægileikann. En í þeirri töflu þá var tilgangurinn að fasa út lífeyrisuppbótina og röksemdin fyrir því var svo að það eru liðin nú 14 ár sem við hófum þessa
vegferð að greiða bæði uppbót á réttinda innvisluna og svo á lífeyrisgreiðslurnar og margir sjóðfélagar þar að lenda fá tvöfalda uppbót en það auðvitað mikilvægt fyrir sjóðs og festu sem með tiltölulega háa orkubyrði að það komi fram í réttindaáherslunni leiðrétta réttindaáhersluna og því var niðurstaðan að fasa út þessar lífeyrishækkanir, lífeyrisuppbótið sem við köllum það og það myndi gerast í skrefum þannig að það fær ekki að hafa mikil áhrif á greiðsluþegana og myndi þá vera að fullu fasa út árið 2030. En að samanskapi myndi hækkun á ávinnsluréttinda hækka alveg og fram til 2030. Þetta auðvitað allt með þeim fyrirvara að framlagið verði nokkuð óbreytt, Benedikt kom nú inn á þetta áðan, að það hefur verið í pínu hættu og við mótmæltum því auðvitað á síðasta ári og ég var kallaður inn á fund nefndar Alþingis til þess að gera grein fyrir, við skrifum greinargerð við frumvarpið og það var til þess að það var allavega ekki afnumið eins og hættan var á, heldur var niðurstaðan að veita þá framlaginu bara til þeirra sjóða, nákvæmlega sem eru með tiltölulega háa byrði örgu. Áður var það eiginlega allir lífeyrissjóðar að fá eitthvað. En allavega þarna erum við þá bara að vísa í réttartöflu sem þá ný tafla við komum að henni síðar og þetta nú greinargerðin bara og svo tafla auðvitað að tillögu Tryggingastarfsfræðings sjóðsins. Síðan það breyting á grein 12.6 sem að varðar sem sagt ákvörðun á framreikningi eða það við úrskurð örorku að þá almenna reglana miðað við 4 ár sem sagt fyrir orkutap. Það þá miðmunartekjur umsækjandans en það má miða við sérstakar aðstæður lengra tímabil og þannig erum við bara að tilgreina þau tilvik sem að getur komið til álita við ákvörðun hvort miða skuli við lengra tímabil. Það þá vegna sjúkdómsforfalla, náms, barneigna eða atvinnuleysis. Og þetta svona í anda þess sem kemur fram í samþykktum með margra annara sjóða. Mikilsvert að þessi kaflar samþykkta sjóðana séu svona tiltölulega líkir því að það samskiptasamkomulag milli lífeyrissjóða sem að lítur að því að það séu ákveðnar reglur hafðar í heiðri. Þeir taka sjóðfélagi sem á rétt í 2, 3 eða 4 lífeyrissjóðum, hann á þá framreikningsrétt mögulega í fleiri en einu sjóði og þá fer hlutur hvers og eins lífeyrissjóðs í framreikningi eftir ákveðnum settu reglum sem menn hafa komið sér saman og því mikilsvert að samþykktirnar, að sá hluti samþykkta lífeyrissjóða sem að lítur að þessu séu tiltölulega keimlíkir. Nú síðan það breyting á grein 12.12. Þetta hefur að gera með sem sagt örorkulífeyri og hann fellur auðvitað niður 67 ára aldur og eða ef starfsorka eykst og þannig að þetta kemur þá fram að áni réttindi örorkulífeyra skuli hverju sinni nema áni réttindu við fyrsta úrskurð örorku að viðbættum réttindu vegna framreiknings. Þarna viljum við breyta orðalaginu í að þessi viðbættum réttindum vegna mánaðarlegs framreikningsiðgjalds reiknaði samræmi grein 12.6 af greiddum örorkulífeyri. Ástæðan fyrir því að við viljum breyta þessu svo að við stefnum að því að færa þennan framreikning inn í iðgjaldagrunnin. Örorkulífeyrisþegi þegar hann fer á örorku að þá kann hann að eiga rétti framreiknings. Það fer eftir í hvað hann var búin að greiða lengi í sjóðinn
og þessi framreikningur hann í raun og veru myndar rétt til ellilífeyris síðar meir þegar hann fer á ellilífeyri. En það þarf að handreikna í dag. Sko, örorkulífeyrisþegi sem fer yfir á ellilífeyri, hann handreiknaður. Flestir lífeyrisúrskurðir í dag eru reiknaðir í kerfinu. Og með því að færa framreikningin inn í iðgjaldagrunnin, það gerist bara hægt og rólega yfir þann tíma sem að örorkulífeyrisþeginn á lífeyri, að þá erum við að vinna okkur inn, það ýmislegt til hagsbóta þar. Það að sko, það auðveldar úrskurð ellilífeyris í fyrsta lagi, eins og nefndi áðan, að örorkulífeyrisþegi getur jafnframt þá séð hvers hann má vænta í ellilífeyri þegar þetta fært inn í iðgjaldagrunnin, og í þriðja lagi þá ætti þetta auðvelda mögulega tryggingastarfræðingi að meta örorkuskuldbindinguna, því að þessi yfirfærsla yfir iðgjaldagrunnin, hún nettógreiðslan. Örorkulífeyrisþegi á rétt á einhverjum lífeyri en hann með einhverjar aðra tekjur. Það nettógreiðslan sem færist inn í iðgjaldagrunnin. Þannig að þetta til að greiða götu þess að við getum fært þennan framreikning inn í iðgjaldagrunnin. Nú síðan í sömu grein tilvísun í þessa margfrægu grein 11.7 sem á að vera 11.8. Það jafnframt í grein 13.6 þar sem að þessi sama tilvísun kemur fyrir og við leggjum til leiðréttingu á þessari tilvísun. Nú síðan það grein 14.12 sem að lítur á barnalífeyri. Þar viljum við að gera við tillögu að því að þær kröfur til rétt til barnalífeyris sér það sömu fyrir örorkulífeyrisþega og þegar kemur að andláti. Og ef við horfum á samþykktir annarra sjóða þá eru náttúrulega flestir lífeyrissjóðir sem að nýta ákvæði lagana hvað varðar barnalífeyri, að skilyrði fyrir greiðslu barnalífeyris sé að viðkomandi hafi greitt iðgjald til sjóðsins í 24-36 síðustu mánuðum fyrir orkutapið eða 6 mánuði undanfarnir 12 mánuðum. Eins og þetta í dag þá er engin tímamörk á þessu og það þýðir í raun og veru að festa greiðir hærri barnalífeyri heldur en margir aðrir sjóðir. Og þetta þá bara í samræmi við lög og samþykktir flestra annarra sjóða. Nú síðan viljum við skerpa lítið á því hvernig barnalífeyrir greiddur í framkvæmd hann greiddur eins og við erum að leggja til. Að barnalífeyrir greiðist til barnsins vegna andláts sjóðfélaga en til framfæranda barns vegna örorkusjóðfélaga barnalífeyrir greiðist til 18 ára aldurs barnsins. Þannig að þessi hún lítur bara hreinlega að því að færa orðalag samþykktana til samræmis við þá framkvæmd sem í reynd. Nú snúum okkur því sem Benedikt nefndi áðan að Talnakönnun gerði úttekt á sértækum örorku- og endurhæfingarlíkum sjóðsins haustið 2024 og miðað þá við árabili 2016 til 2022 en fyrri svona sértæka örorkulíkur sjóðsins miðuðust við árabili 2010 til 2014 og við erum nú sammála það við Benedikt að fyrst að gera þessa úttekt kannski tíðar og enda breytingin er mikil. Það er að segja að niðurstöðurnar leiddu til þess að örorkuskuldbindingin sjóðsins hún lækkaði umtalsvert og það sem að gerist í þessu er að réttindataflan hún endurspeglar svo margt og Benedikt þú leiðréttir mig ef ég að fara með einhverja vitleysu, hún auðvitað aldursháð, byggir á því að yngri sjóðfélagar við ávöxtum iðgjaldi þeirra í lengri tíma heldur þeirra eldri en inn í réttindatöflunni eru líka allar þessar tryggingafræðilegu forsendur og örorkuskuldbindingin kostar mismikið fyrir mismunandi árganga. Hún dýrust fyrir svona cirka 30 sjóðfélaga
Þannig að þegar örorkuskuldbindingin lækkar svona mikið, þá ætti það hafa mest áhrif á þá árganga sem að kosta okkur, það sem örorkuskuldbindingin hvað dýrust. Og eins og við sjáum að hérna tillagan sem að réttindatöflu, hún auðvitað að hafa einna mest áhrif fyrir yngri sjóðfélagana, minni fyrir þá eldri. Og það auðvitað í greinagerð sem að við letum liggja fram nokkur eintök hérna á borðum, en jafnframt var tengill á vefsíðu sjóðsins þegar við boðum fundinn rafrænt sem sýnir þá brottfellda réttindatöflu og nýja réttindatöflu. Réttindatöflan sett til næstu 50 ára, þannig að hérna, það ansi margar blaðsíður af brottfellingum og ansi margar blaðsíður af nýjum réttindatöflum. Þannig að ég læt bara hérna graf sem sýnir áhrifin af þessari breytingu vera hér, en vísa þá í þessa greinagerð sem liggur frammi á borðunum. Síðan tillaga til breytinga, réttindataflan í viðauka A tabla 1, í viðauka A líka tabla 2 sem sýnir áhrif snemmtökulífeyris og áhrif frestunar lífeyristöku umfram 67 ára aldur. Og í tryggingafræðilegri úttekt fyrir árið 2024 það var ekki bara nýjar sértækar örorku- og endurhæfingarlíkur sem koma til, heldur líka miðað við nýtt árabil varðandi lífslíkur sem að benda til þess að eldri sjóðfélagar lifa ekki alveg að blingi og fyrri að forsendur gera ráð fyrir, og það hefur áhrif á frestunarákvæðin. Þau verða bara meiri. Og aðalega þetta nú þeir sem að fresta töku lífeyris fram yfir 74 ára aldurinn, svo við sjáum þá á myndinni. En rétt skal vera rétt. Og þannig að það eins í greinagerinni yfirstrikuð tabla 2 og ný tabla 2, þannig að ég bara vísa í það. En áhrifin sjáum við myndrænt hér. Síðan í viðauka A þá jafnframt grein fyrir þeim grundvelli, það að segja helstu forsendur fyrir reiknigrundvelli réttindatöflu, og þessar forsendur að breytast og eðlilegt að við uppfærum þá þennan reiknigrundvöll. Það miðað við aldurs- og iðgjaldasamsetningu sjóðfélaga ársins árinu 2024. Kynjahlutföllin breytast lítillega, ekki svo mikið, en það sérhæfðar líkur sem byggja á reynslu áranna 2018 til 2022 vegna lífslíkna, og síðan þessar sérhæfðu örorku- og endurhæfingarlíkur sem miðast við árabilið 2016 til 2022. Síðan það þessi viðauki B sem ég nefndi upp að við sem þessi loggbók breytingar á réttindum. Reyndar segir í reglugerð að þarna bara tilgreina breytingar á áunnum réttindum. Við höfum bara gengið lengra. Við gerðum einu sinni breytingar á réttindatöflu, það verið 2012, og þá bara gerðum við grein fyrir henni í þessum viðauka. Það að vera gott fyrir sjóðfélagana að geta bara farið í þennan viðauka B og segja hvaða breytingar hafa verið gerðar á hvort sem áunnum réttindum eða framtíðar réttindaáherslu. Það bara teljum þetta til bóta. Og þarna segir bara 5. maí 2025 samþykkt ársfundi 4% hækkun réttindatöflu sjóðsins að meðaltali. Það bara mjög mikilvægt að ítreka þetta orð, því að eins og þið sáuð á myndrænu framsetninguna áðan, þá þetta litið meira fyrir yngri sjóðfélagana og minna fyrir þá eldri. Og það ekkert meira það að segja. Síðan komum við að þessu framlagi til jöfnunar örorkubyrði, og þarna skeytum við nýju ákvæði í viðauka B og nýrri töflu sem tekur við af töflu sem við köllum töflu 1 í þessum viðauka, og þetta ekkert svo mikla breytingar. Það örlítil hraðari fösun út á lífeyrishækkununum, ef ég man rétt. Það fjara út til ársins 2022, þetta fyrirgefið, þetta óbreytt á milli ára, þessar
sem sagt breytingar á lífeyrishækkununum, það fasast út en iðgjaldahækkanirnar fyrir árið 2026 til 2030 hækka veldig minna en áður var gert ráð fyrir. Þetta ekki mikla breytingar. Nú síðan það hérna í lokin þá ber okkur að kynna fyrir ykkur breytingu sem stjórn gerði án aðkomu ársfundar og í fyrra á ársfundinum þá skoðum við leyfisfundar til þess að taka kosningu hérna utanaðkomandi aðila í endurskoðunarnefnd til umræðu og atkvæðagreiðslu og fundur leyfði það. Ástæðan var sú að það urðu breytingar á lögum ársreikninga lífeyrissjóða, bara lögum ársreikninga, númer 3/2006, þar sem að það kveða það einingar tengdar, einingar sem að varða almannahag, að þær kjósi utanaðkomandi aðila í endurskoðunarnefnd, þar sé ársfundur kjósi utanaðkomandi aðila í endurskoðunarnefnd. Þetta var framkvæmt á fundinum á þess að fyrirlagi samþykktarákvæði þess efnis. Stjórn hins vegar setti það inn áður en að samþykktirnar voru að senda til ráðuneytis í fyrra en okkur ber að kynna þær fyrir næsta ársfundi og það ger ég hér og nú. Og þessi dagskráður núna á dagskrá sannarlega því að hann bara komin inn í samþykktirnar. Og þá þeir nú þessari langlóku minni bara lokið. Takk. Þakka fyrir Gylfi. Nú fyrir fundinum liggur einnig tillaga Verkalýðsfélags Grindavíkur til breytinga á grein 5.3 í samþykktum sjóðsins. Einhver sem óskar eftir að gera grein fyrir þessari breytingatölu fyrir hönd Verkalýðsfélagsins? Gjörðu svo vel. Fundarstjóri ágætu fundamenn. Ég held ég hafi gleymt að kynna mig á þann en ég heiti Hörður Guðbrandsson og formaður Verkalýðsfélags Grindavíkur. Við erum með tillögu það að fulltrúaráðið sé valið þannig að það sé fjöldi félagana sem að ráði fjöldunum hjá hverju félagi en ekki iðgjaldagreiðslurnar eins og í dag. Hvort ég sé þetta? Jú. Og þarna rauðlitrað upp á veggja. Og ef ég les bara aðeins áður en ég röksti þetta, fjöldi fulltrúa einstakra aðildarsamtaka skal vera í samræmi við hlutfall fjölda félagsmanna þeirra sem greiða iðgjöld til sjóðsins og skal það reikna út annarkvort ár miðað við næsta ár á undan. Og ákvarðar sá útreikningu fjölda fulltrúa einstakra aðildarfélagasamtaka í fulltrúaráðinu næstu 2 ár þaðan í frá. Þetta svona fyrir okkur prinsippmál að það sé fjöldi hverju félagi sem eigi að ráða þess en ekki hversu hátt kaup félagsmenn hafa. Eins og þetta í dag þá vægið þeirra sem eru með hærri kaup meira heldur en hinna sem eru með lægra kaup. Þannig að þeir fá þá fleiri fulltrúa í fulltrúaráðinu hlutfallslega heldur en láglauna fólkið sem að í prinsipinu okkur finnst vera rangt. Við höfðum ekki upplýsingar áhrifin sem þetta hefði á félögin á þeim tíma sem við lögðum tillöguna fram og í okkar huga breytti það engu. Hefði þetta þýtt lækkun á fulltrúafjölda okkar þá hefðum við bara tekið því með bros og vör. En síðan hafa starfsmenn fest að reikna út að hver áhrifin eru með við núverandi ástand og ég held að ef ég veit rétt þá það verið sent á félögin. En þetta ekki hugsað neitt til þess að hygla einhverjum eða hegna einhverjum. Þetta bara prinsippmál fyrir okkur. Við rennum líka alveg blind með það hvernig landið liggur í þessu máli.
þannig að það verður bara komið ljós í þessari atkvæðagreiðslu en svona af því að þetta varðar bara stéttarfélögin þá óska ég eftir að það verður skipt atkvæðagreiðsla og stéttarfélögin greiði fyrsta atkvæði og síðan óska ég eftir ef að stéttarfélögin á tilskildum fjölda fyrir þessari samþykkt að Samtök atvinnulífsins virði það og greiði atkvæði í samræmi við það. En að öðru leyti bara þakka ég fyrir mig. Takk. Þakka fyrir. Og hér glæra til hliðar og fyrir aftan mig sem mun sýna áhrif tillögu Verkalýðsfélags Grindavíkur. Einhver sem óskar þetta taka til máls eða vill kynna þessa glæru fjallumanna? Gjörðu svo vel, það var lengri haldið. Fundarstjóri, fundargestir. Ég heiti Guðbjörg Kristmundsdóttir og ég formaður Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis. Ég skil alveg rökin á bakvið þetta upp á það að þeir sem eru með lægri laun séu ekki með minni kannski ítök. En ég skil ekki alveg samt kannski óska eftir að Hörður kannski útskýri betur fyrir mér. Og sko, það er ekki það mikill munur á félögunum. Þetta eru flest verkalýðsfélög sem eru með jafnvel flestir að vinna eftir sömu kjarasamningu þannig að þetta ættur kannski vera svona sambarilegt og eins og við sjáum þarna þá eru kannski ekki mikla sveiflur á þessu. Þú segir þetta sé prinsippmál. Það bara kannski útskýra fyrir mér, prinsippið það að þeir sem eru með lægri laun hafi sömu ítök eða hvert prinsippið? Ef þú vildi kannski útskýra fyrir okkur sem eru ekki jafn vel gefnir og aðrir. Takk. Þakka fyrir. Óskar Hörður eftir að svara þessu. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ágætu fundamenn. Nú veit ég að Guðbjörg mjög vel gefin kona. Þannig að ég óttast að hún sé bara að stríða mér og koma í veg fyrir ég geti farið og séð seinni hálfleikinn í körfuboltanum. En já, nákvæmlega þetta snýst bara það að þeir sem eru með lægri laun hafi hlutfallslega sömu sama fjölda og þeir sem eru með hærri laun, ekkert annað. Og það engar annarlegar hvatir á baku þetta. Svo það sé sagt. Takk. Þakka fyrir. Einhver annar fundargestur sem óskar þetta til máls? Gjörðu svo vel. Góðir fundargestir, Ólafur heiti ég Magnússon og fulltrúi fyrirgeði. En ég velti fyrir mér hvort það sé ekki annað sem spilar inn í þetta líka annað en bara þetta varðandi launin að tekið tillit til þarna fullvinnandi. Það í sumum félögum eru hlutastörf, þannig að það kannski breytir líka einhvað hlutum. Takk fyrir. Þakka fyrir. Óskar einhver eftir að taka til máls? Það lengri haldið. Gjörðu svo vel, Hörður. Fundarstjóri og getur fundamenn. Okkar tillaga þannig að hún miðast við virkafélaga. Það ekki tekið á hlutastörfum reyndar. En virkir félagar ekki þeir sem eru hættir að vinna og óvirkir félagsmenn eru ekki inn í þessari tillögu. En ef veruleg bragð af hlutastörfum þá mætti alveg hugsa sér að setja þetta upp í fullvinnandi. Ég sé ekkert af því í sjálfu sér. Takk fyrir.
Þakka þér fyrir. Óskar fleiri eftir að taka til máls. Áður en haldið verður í atkvæðagreiðslu tillögurnar. Það það fært til bókar að svo ekki. Nú sem fundarstjóra ber mér auðvitað leitast við að haga atkvæðagreiðslu með þeim hætti að vilji fundarins hverju sinni til einstakra breytingatillagna sé leiddur ljós með skýrum hætti. En þá líka þannig að það sé gert með þeim skjótum og skilvirkum hætti og undir, þannig að fólk nái síðari hálfleik í íþróttakappleikjum. Ég legg þá til að greitt verði atkvæði einhverju síður sjálfstætt breytingatillögurnar að því varðar hverja grein og undirgrein samþykktanna fyrir sig. Og það þá kannski einhverjum í ljósi að þessar breytingatillögurnar ekki sérstaklega umfangsmiklar og þetta ætti ekki að gengja tiltölulega hratt fyrir sig. Fundarstjóri telur síður heppilegt að greitt verði atkvæði alla tillögurnar í einni atkvæðagreiðslu, en það geti það kannski takmarkað möguleika fundargesta til að taka sjálfstæða afstöðu til hverja tillögu fyrir sig. En ég gef hins vegar orðið laust varðandi þessa tillögu mína. Það er að segja að greitt verði atkvæði varðandi hverja grein og undirgrein samþykktanna fyrir sig. Er einhver sem óskar eftir að gera athugasemdir þar við? Er með aðrar tillögur? Takk fyrir, þá er það fært til bókar. Og áður en verður farið í atkvæðagreiðslu, þá ger ég lokatilraun og spyr, er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Áður en lengra verður haldið? Svo er ekki. Nú að því varðar tilskilið atkvæðamagn, þá leyfir mér að vísa til ákvæðagreinar 24.3 í samþykktum sjóðsins. En það segir breytingar á samþykktum þessum öðlast í aðeins gildi að þær hafa verið samþykktar með að minnsta kosti 2/3 hlutum atkvæða fulltrúa á ársfundi sjóðsins og hlotið staðfestingu fjármálaráðuneytis. Og þá göngum við til atkvæða breytingatillögurnar. Og fyrst þá breytingatillögu á grein 9.11 í samþykktunum. Þau ykkar sem vilja samþykkja breytingatillöguna vinsamlega strettið upp atkvæðaspjöldin ykkar. Takk fyrir. Þá þau ykkar sem eru andvíg og vilja fella tillöguna. Það er engin, en bara til þess að alls öryggi sé gætt vegna þess að krafist 2/3 hluta allra atkvæða á fundinum. Hérna er ekki að ræða greitt atkvæði eins og þegar meirihluta er krafist. Það leyfir mér að spyrja, er einhver sem satt hjá í þessari atkvæðagreiðslu? Þannig að það sé unnt að telja það. Ég tel mér með öryggi geta slegið í föstu að þessi tillaga telst samþykkt af hálfu ársfundarins og býður þá staðfestingar fjármálaráðuneytisins. Og þá er komið að breytingatillögu á grein 9.12 í samþykktunum. Við höfum sama háttinn á, ég bið þau eitthvað sem eru samþykk að vilja samþykkja þessa breytingatillögu, við sem lastum að réttu spjöldin. Takk fyrir. Og þá þau eitthvað sem eru mótfallin, vilja fella tillöguna. Hafa tillögurnar upp á skjánum á meðan greitt er atkvæði. Það er alveg sjálfsagt. Hérna var tillaga 9.11 sem hefur þegar verið samþykkt. Hér er tillaga til breytinga á grein 9.12 og til þess að vera engin ruglingur þá kannski rétt að endurtaka þetta þau ykkar sem eru samþykk og vilja samþykkja þessa tillögu, réttið upp spjöldin, takk fyrir. Þá þau ykkar sem eru andvíg, engin andvígur, er einhver sem satt hjá. Ég tel mér þá fært að slá því föstu að þessi tillaga telst samþykkt af hálfu ársfundarins og býður þá staðfestingar fjármálaráðuneytis eins og hinn fyrri. Þá er að tillaga til breytinga á grein 12.6 í samþykktunum. Við höfum sama háttinn á. Ég bið þau ykkar sem eru fylgjandi og vilja samþykkja tillöguna við sannlega að rétta upp spjöldin ykkar. Takk fyrir. Þá þau ykkar sem eru andvíg og er einhver sem situr hjá. Þessi tillaga er þá líka samþykkt með öllum atkvæðum fundarins og býður þá staðfestingar fjármálaráðuneytis. Þá er að tillaga til breytinga á grein 12.12 í samþykktunum. Við höfum sama háttinn á. Ég bið þau ykkar vinsamlegast að rétta upp spjöldin sem eru samþykk, vilja samþykkja þessa tillögu. Takk fyrir. Þá þau ykkar sem eru andvíg. Það er engin og einhver situr hjá, vinsamlegast að rétta upp spjöldin. Það er þá engin og þessi tillaga til sömuleiðis samþykkt með öllum atkvæðum fundarins og býður eins og áður staðfestingar ráðuneytis. Nú þá er að breytinga til breytinga á grein 13.6 og við höfum sama háttinn á. Ég bið þau ykkar sem eru fylgjandi við sem lastum að réttu upp spjöldin. Takk fyrir. Þá þau ykkar sem eru andvíg. Það er engin og er einhver sem situr hjá. Takk fyrir. Þessi tillaga telst samþykkt með sömu formerkjum og fyrirvörum og áður með öllum atkvæðum fundarins. Nú þá er að tillaga til breytinga á grein 4.1.2 og við höfum sama háttinn á. Þau ykkar sem eru samþykk að vilja samþykkja þessa tillögu rétta upp spjöldin. Takk fyrir. Þá þau ykkar sem eru andvíg. Það er engin og þau ykkar sem sitja hjá. Það er engin og þessi tillaga telst samþykkt með sama fyrirvara og áður
með öllum atkvæðum fundarins. Þá það tillaga til breytinga á grein 14.4 og ég bið þau ykkar sem eru samþykkt tillöguna að vilja samþykkja hana vinsamlegast að rétta upp spjöldin. Takk fyrir. Þá þau ykkar sem eru andvíg og vilja fella hana. Það engin og þau ykkar sem sitja hjá. Það engin og þessi tillaga telst á samþykkt með sömu fyrirvörum og áður með öllum atkvæðum fundarins. Þá tillaga til breytinga á viðauka A töflu 1. Bið þau ykkar sem eru samþykka fylgjandi þessari tillögu vilja samþykkja hana. Við samstum að rétta upp spjöldin þeir eru fann að kunna þetta. Takk fyrir. Þá þau ykkar sem eru andvíg. Það engin og þau ykkar sem sitja hjá. Það engin og þessi tillaga til samþykkt með sama fyrirvara og áður með öllum atkvæðum fundarins. Þá tillaga til breytinga á viðauka A töflu 2. Ég bið þau ykkar sem eru fylgjandi vilja samþykkja tillöguna. Við samstum að rétta upp spjöldin þeir eru langt á undan mér. Takk fyrir. Og þá þau ykkar sem eru andvíg. Og þá þau ykkar sem sitja hjá og þessi tillaga telst á samþykkt með sama fyrirvara og áður með öllum atkvæðum fundarins. Og þetta sama tillagan, já, þetta viðhengi, ekki við fyrir tillögu? Þetta viðhengi A, þetta bara akkurat. Viðauka A. Einmitt, þá komið að breytingatillögu með tillögu til viðauka B í samþykktunum. Ég bið þau ykkar sem eru fylgjandi henni vilja samþykkja hana, við samstum að rétta upp spjöldin. Takk fyrir. Þá þau ykkar sem eru andvíg. Takk fyrir. Og þau ykkar sem sitja hjá. Það engin og þessi tillaga til samþykkt með sama fyrirvara og áður með öllum atkvæðum fundarins. Og þá tillaga til breytinga á viðauka B í samþykktunum. Ég bið þau ykkar sem eru fylgjandi tillögunni vinsamlegast að rétta upp spjöldin. Takk fyrir. Þá þau ykkar sem eru andvíg. Takk fyrir. Og þá þau ykkar sem sitja hjá. Þau engin og þessi tillaga til sömuleiðis samþykkt með öllum atkvæðum fundarins. Nú þá upp á skjánum breytinga til að Verkalýðsfélags Grindavíkur til breytinga á grein 5.3 í samþykktunum. Nú óskaði verið eftir skiptri atkvæðagreiðslu á grundvelli væntanlega greinar 5.7 í samþykktum sjóðsins og þar segir við atkvæðagreiðslu ræður afla atkvæða nema öðruvísi sé ákveðið í samþykktum þessum. Þó heimilt að óska eftir skiptri atkvæðagreiðslu þannig að fulltrúar samtaka atvinnurekenda og stéttarfélaga greiða atkvæði hvor í sínu lagi og það þá tilskilin meirihluti í báðum hlutum fulltrúaráðsins og að samþykkt sé lögmætt. Og fundarstjóri skilur þetta sem svo að uppfylla þurfi skilyrðum 2/3 hluta atkvæða á fundinum í hvorri atkvæðagreiðslu sig, það segja báðum atkvæðagreiðslum til þess að samþykktin teljist lögmætt. Nú samkvæmt grein 5.7 telur fundarstjóri sér skylt að verða við þessari ósk. Einhver sem hefur athugasemdir þar við eða óskar eftir að taka til máls varðandi þann skilning fundarstjóra? Það að fært í bókar að svo ekki, en eins og fundarstjóri hefur greint frá þá verður fundarstjóri við þessari ósk og þá þannig að fyrst greiði atkvæði fulltrúar. Já, gjörðu svo vel. Fyrirgefðu, ég fór fram á mér og talaði á hratt en gjörðu svo vel. Komið Sælíti Sigríður Margrét Oddsdóttir og framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Mér langaði bara að segja af því að við erum að fara í skipta atkvæðagreiðslu núna og hjá Samtökum atvinnulífsins lítum við svo á að sjálfsögðu að þetta sé málefni sem að beri að afgreiða af hálfu stéttarfélagana og við munum þess vegna Samtök atvinnulífsins greiða atkvæði til samræmis við niðurstöðu atkvæðagreiðslu ykkar núna í fyrirhlutunum. Vildi bara taka það fram. Takk. Þakka fyrir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls áður lengri haldið? Er einhver athugasemdir gerð við það að fyrst greiði atkvæði fulltrúa stéttarfélagana? Þá förum við í atkvæðagreiðslu og þá bið ég einungis fulltrúa stéttarfélagana að greiða atkvæði. Þá fyrst þau ykkar sem vilja samþykkja breytingatillöguna, við sannlega réttið upp spjöldin ykkar. Takk fyrir og þá þau ykkar sem eru andvíg og vilja fella tillöguna. Já, þannig kannski rétt að telja þessi atkvæði getur ritari fundarins sem vinsanlega aðstoða mig við þetta. Ef við byrjum þá aftur á þeim ykkar sem eru fylgjandi, þá þau ykkar bara sem eru fylgjandi tillögunni og vilja samþykkja hana.
ég taldi 10 spjöld, það er rétt. Takk fyrir, og þá þau ykkar sem eru andvíg og vilja fella tillöguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, þetta eru 7 spjöld og þá þau ykkar sem sitja hjá. Já, þetta eru það mörg atkvæði sem sitja hjá og eru andvíg. Þannig að ef ekki eru gerðar athugasemdir við þá afstöðu fundarstjóra, þá telur fundarstjóri að þessi tillaga sé felld af hálfu ársfundar sjóðsins. Einhver athugasemdir gerðar þar við eða við talningun öðru leyti? Það að fært til bókar. Telur einhver hér inni að þörf sé á atkvæðagreiðslu samtaka atvinnurekenda í ljósi þessa? Það að fært til bókar sömuleiðis að ekki sé þarf að kanna þá afstöðu, enda tillagan fallin vegna þess að það vissulega samþykki úr báðum atkvæðagreiðslum og þá 2/3 hluta allra atkvæða úr viðkomandi hópi til þess að telja samþykkt. En þá mun atkvæðagreiðslu allar fyrirliggjandi breytingatillögur við samþykkti sjóðsins vera lokið með þeirri niðurstöðu að allar breytingatillögur stjórnar voru samþykktar en breytingatilla Verkalýðsfélags Grindavíkur var felld. Nú þá eru komin að lið 11 á dagskrá fundarins sem kjör starfskjaranefndar, það að segja 4 nefndarmanna í nefnd laun stjórnarmanna. Nú borist hafa tillögur eftirfarandi 2 fulltrúa stéttarfélaga, það eru Ólafur S. Magnússon og Guðrún Elín Pálsdóttir, Ólafur hjá FIT og Guðrún hjá Verkalýðsfélagi Suðurlands. Og þá tilnefna Samtök atvinnulífsins Rósu Guðmundsdóttur og Berstein Einarsson, hans verið hjá Gerún HF og SET EHF. Einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þessum dagskrárlið? Það að fært til bókar að svo ekki, takk. Nú venju samkvæmt óskar eftir því að fulltrúar stéttarfélaganna greiði hér atkvæði til staðfestingar á þessum tilnefningum. Ég bið þau ykkar sem eru fylgjandi þeim vinsamlegast að greiða atkvæði með þeir rétt upp spjöldin til staðfestingar. Takk fyrir, og þá þau ykkar sem eru andvíg. Það engin andvíg og þessar tillögur og tilnefningar teljast á samþykktar og staðfestar með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá komið að lið 12 á dagskrárfundarins sem lítur að ákvörðun launa stjórnarmanna en Gylfi Jónasson mun nú kynna fyrirliggjandi tillögur í þeim efnum. Gjörðu svo vel, Gylfi. Góðir fundargestir, það starfskjaranefnd sjóðsins sem fjallar laun stjórnar. Hún kom saman í byrjun aprílmánaðar og í aðdraganda slíks fundar þá hef ég yfirleitt sendt nefndinni upplýsingar bæði verksvið og ábyrgð stjórnarmanna við þau verkefni sem henni falið og jafnframt reiknað út ýmsar sviðsmyndir varðandi laun. Að þessu sinni þá hafði ég líka ágætis samanburð sem að Samtök atvinnulífsins gerðu á launum stjórnarmanna í aðdraganda ársfundar í fyrra og það hefur komið ljós að stjórnarlaun hjá Festu eru svona í lægri kantinum og ég sýni ykkur þau að bæði það að launin eru með því lægsta en jafnframt álag á varaformann og formann lægra en almennt gerist og nefndin tók mið af þessu og leggur til að stjórnarlaun hækki sem svarar launavísitölu á milli febrúar 2024 og janúar 2025. Þetta eru 8,95% ef ég man rétt. En jafnframt leggur nefndin til að álagið á varaformann, nefndin var sammála því að þetta hækka þetta álag og vil gera það í skrefum og leggur til að álag á varaformann verði hækka úr 35 í 42% og á formann úr 75 í 85. Og síðan leggur nefndin til eins og hún hefur gert undanfarið 4 ár að ef nýju stjórnarmenn eru kallaðir í hæfismat þá krefst það mikils undirbúnings og
það sé eðlilegt að komi umbun fyrir það sem nemi greiðslu 2 mánaða stjórnarlauna. Bara samkvæmt reynslu þá það var nú einn kallaður í hæfismat á síðasta ári. Þetta hefur verið svona, þegar nýju menn hafa komið, konur inn, þá hafa þau yfirleitt verið kölluð í mat og þessi stjórnarmenn hafa staðist matið með ágætum, en ég get alveg fullviss ykkur það að það hefur eitt fjöldan öllur gríðalugum tíma í að standast þetta 4 klukkutíma munnlegt hæfismat og hafa eitt miklum tíma og jafnframt sjálf og svo með starfsmannasjóðsins í svona, ég myndi segja 3-4 hálfi dagar sem hafa farið í fundi með starfsmannasjóðsins til að setja á inn í þessi mál. En þetta sem sagt tillagan, gerðu svo vel. Þakka þér fyrir, Gylfi. Einhver hér sem óskar til að taka til máls varðandi þennan dagskrárlið eða tillöguna áður en gengið verið til atkvæða? Takk fyrir. Einhver athugasemdir gerð við það að greitt verið atkvæði tillögurnar í heild í einu lagi, í einni atkvæðagreiðslu? Takk fyrir. Svo ekki, þá verið gengið til atkvæða og þau ykkar sem eru fylgjandi tillögunum vinsamlegast greiðið atkvæði. Takk fyrir. Og þá þau ykkar sem eru andvíg tillögunum og viljið fella þær vinsamlegast réttið upp spjöldin. Það þá engin og tillögurnar teljast á samþykktar með öllum greiddum atkvæðum. Takk fyrir. Þá komið að næsta lið á dagskránni, 13. lið með telst rétt til, sem kosning endurskoðanda festu lífeyrissjóðs. Fyrir fundinum liggur til að stjórnar þess efnis að endurskoðunarskrifstofa PricewaterhouseCoopers EHF sjái ytri endurskoðun á reikningum sjóðsins fyrir árið 2025. Einhver sem óskar til að taka til máls varðandi þennan dagskrárlið eða tillöguna? Þá göngum við til atkvæða. Þau ykkar sem eru fylgjandi tillögu stjórnarinnar vinsamlegast greiðið atkvæði. Takk fyrir. Og þau ykkar sem eru andvíg. Þessi tillaga þess efnis að endurskoðunarskrifstofa PricewaterhouseCoopers EHF sjái ytri endurskoðun á reikningum sjóðsins fyrir árið 2025 telst þá samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Takk fyrir. Og þá komið að liðnum kosning formanns endurskoðunarnefndar, en fyrir fundinum liggur tillaga þess efnis að Kristinn Bjarnason verði áfram utanaðkomandi aðili í endurskoðunarnefnd sjóðsins fyrir starfsárið 2025 til 2026. Einhver sem óskar til að taka til máls varðandi þessa tillögu að þennan dagskrárlið að öðru leyti? Takk fyrir. Það þá fært til bókar og við göngum til atkvæða. Þau ykkar sem eru fylgjandi tillögu stjórnarinnar vinsamlegast greiðið atkvæði. Takk fyrir. Og þá þau ykkar sem eru andvíg. Og það engin og þessi tillaga telst á samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Takk fyrir. Þá komið að liðnum önnur mál á dagskránni, þar sem fundamönnum gesta sjálfsögðu kostur að taka til máls og ræða mál sem löglega eru uppborin. Einhver sem gjöra svo vel? Það einhver sem óskar til að taka til máls, gjöra svo vel. Já, þessi einhver aftur Erna Berndóttir. Ég farin að keppa við Hörð, sko. En ég tók eftir því að þegar vorum að samþykkja breytingar á samþykktum að það var þarna einhver greinin sem var með kynjahlutfalli og það voru 2 kyn og samtals 100%. Ég þarf ekki að segja meira. Þakka þér fyrir. Fleiri sem óskar til að taka til máls? Gjörðu svo vel. Já, komið sæl aftur. Ég heiti eins og áður hefur komið fram Sigríður Margrét og starfa hjá Samtökum atvinnulífsins. Mér langaði bara kæri fundarstjóri og að senda og skila kærum þökkum til stjórnar og starfsmanna lífeyrissjóðsins fyrir vel unnin störf á síðasta ári og ég átti líka að skila góðri kveðju frá honum Steinþóri sem ekki með okkur hérna í dag. En mér langaði til þess að aðeins að vekja athygli ykkar líka svona undir lok fundarins á einu máli sem snýr að jöfnunarframlaginu.
og það þannig að jöfnunarframlagið var, ef ég man rétt, 6 milljarðar í fyrra, það 4,5 milljarðar núna á þessu ári og ástæðan fyrir ég kem hérna upp svo að við hjá Samtökum atvinnulífsins vorum bara núna á föstudaginn að skila inn umsögn fjármálaáætlun nýrrar ríkisstjórnar frá árinu 2026 til 2030 og við sjáum ekki betur heldur en að í þessari nýju fjármálaáætlun þá eigi jöfnunarframlagið að fara niður í 0 árið 2026 og til upprifjunar þá það þannig að þetta jöfnunarframlag það var í rauninni samið það í tengslum við kjarasamninga fyrir það bil 20 árum síðan og það þannig í dag að þetta jöfnunarframlag sem nemur 0,325% af tryggingagjaldstofninum. Það hefur verið þannig frá árinu 2010, það kom inn fyrst árið 2007 sem 0,15% og svo hækkaði það 2008 upp í 0,20% og svo 0,25% árið 2009 og það sem að okkur kannski fyrst skipta bara svo miklu máli að því séu meðvituð að það við vitum ekki til þess að það standi nokkuð til að lækka tryggingagjöldið álögur á atvinnulífi til móts við þessum breytingum. Það líka þannig að þegar stjórnvöldu þetta taka ákvarðanir eins og þessar, það að segja við erum að sjá þetta birtast núna í fjármálaáætlunni, þá þetta dregur það úr trúverðugleika þeirra sem ábyrgsviðsemjanda og ef af þessu verður þá mun þetta lækka réttindi sjóðsfélaga sjóðsins og við viljum þess vegna bara vekja athygli ykkar á þessu að þið fylgist með þessu áfram með og Gylfi mig þú væntanlega að fara á fund hjá nefnd niðri á Alþingi aftur í haust þegar fjárlögin kom fram. Þannig að bara þið séu meðvituð þetta. Takk fyrir. Takk að fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls og þeir lengri haldið? Það að fara til bókar og svo ekki. Þakka ykkur fyrir. Þá dagskrárfundarins tæmd og hlutverki mín á fundinu lokið. Ég vil þakka ritara fundarins Gauta Jónasinni kærlega fyrir hans störf og gefa þá formanni stjórnar Eyrúnu Jönu Sigurðardóttur árið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þín störf, Viðar. Ég vil líka þakka starfsmönnum Festu fyrir framlag sitt til fundarins og bara samstarfið á liðnu ári. Þakka Sigurði fráfarandi stjórnarmanni fyrir sitt framlag og samstarfi síðastliðin ár og jafnframt bjóða nýjan stjórnarmann Steinþór velkominn. Og að lokum vil ég bara þakka fundarmönnum fyrir að vera með okkur hérna í kvöld og við sjáumst á aftur að hausti á fulltrúaráðsfundi. Takk fyrir mig.